Já, velkomin á Rauðaborðinu á laugardagsmorgni. Þá höfum við það sem við kallum helgispjall. Fáum hingað gest sem að leyfir okkur að kynna sér og sem að við getum spegla okkur í, sem að mér satt að sé mjög hollt. Og hingað komin góður gestur, Bergsveinn Birgisson, fræðimaður, rithöfundur, strandamaður. Trillusjómaður, fiskimaður. En strandamaður, það svolítið, segir margt þig. Já, það nú einhvern veginn orðið svolítið drjúgur partur af minni sjálfsmynd einhvern veginn, af því að ég fór þarna ungur að róa og eiga við hluti og byggði mér hús þarna. Líka með frænda mínum og þannig að það, já. Ég hef fundið dálítið, ég hef skrifað dálítið mikið og ég hef notað dálítið það sem ramma fyrir það sem ég hef að segja. Ég ekki að skrifa strandir í sjálfsér, ég nota það sem umgjörð fyrir það sem að ég vil segja, og kannski þessi áhugi af því ég var erlendis í yfir 20 ár. Þá fær maður ofta áhuga á einhverjum rótum, sko. Það svona, sýnist mér að vera gegnumgangandi með fólk, sko. Og þína rætur eru þarna? Já. Ég innræktaður. Það eiginlega mest að furða hvað orðið úr mér. Því að faðir minn þarna frá bæ við Stengisfjörðinn, við minni Stengisfjörðar, og móðir mín hinum megin á firðinum, sko. Þannig að það ekki einu sinni farið yfir fjörð, sko. Og síðan ættin þarna og mín ætti hefur verið þarna. Svo langt svo þú sérðu það? Bara, við náttúrulega förum ekki mikið aftar en Árni Magg og Páll, sko, í jarðabókinni 1700 og ég man ekki hvað 12-13. Þá hefur ættin verið þarna, sko, og sennilega miklu lengur. Þannig að síðan sko strandirnar tengjast menningarlega, þetta svona sama menningarsvæði og norðanverður Breiðafjörðurinn, þannig að þar eru líka svona, þegar ég rek mig aftur þá enda ég svolítið þar, og það þá til dæmis eins og þekkt í gömlu sögninni af því þegar að strandabóndinn fór yfir Krossárdalinn og niður í Gilsfjörð með 2 rekadrumba reitt upp á Klakk, þá hafði hann eina kellingu tilbaka, og það eitthvað satt í þessari sögu, sko. Þannig var til dæmis langamma mín frá Hvarfsdal, þarna á Skarðströnd. Sóttangað? Meira eða minna. Ég segi nú ekki að hafi verið akkurat þannig, en þar liggja þá ræturnar mjög mikið. Það til dæmis, við getum nefnt hérna gömlu söndur til að sýna þessi sama menningarsvæði, sko. Þá var gamla fóstran Stein Steinar sem var þarna í Miklagarði, þessi reynda mamma mín er fædd í Saurbænum. Það var þarna hjá Samúel að það var gömul góð kona sem sá mann, sko, og hérna hún var frá Kollafirði á Ströndum einmitt, og það var einmitt sú sem hann spurði hvað menning væri og svaraði svo nýttilega að væri rímaði við þrenning. Þannig tengist það. Já. Og þú upplifir það að þú eigir þessar rætur? Já. Það misjafnt með fólk, hvað er rótbundið? Já, sko, ég hef var svo heppinn að fá að koma þarna og vera svolítið á bæ ömmu og afa þegar ég var yngri, og það sem var svona snart mig svolítið djúpt, og það svona mótaði mig, held ég, miklu meira en ég hef gert mig grein fyrir. Ég svona kannski fyrst að gera mig grein fyrir núna á seinni árum, að þetta var fyrir mér svona eins og dálítið annar heimur. Þetta voru allt önnur gildi, allt önnur viðmið. Ég fékk að sjá einhverjar glæður, einhverjar síðustu glæður af einhverju sagnamenningu.
það kom og mikið fólk á bæinn, stoppaði, talaði, sagði sögur. Það var einhvern veginn það sem var metið mest af verðleikum, sko. Það var þetta góða samtal, það var að segja sögur, minnast einhvers, fara með kvæði. Amma mín, Vilhelmína Pálína, hún átti töluvert gott bókasafn og þá mikið af ljóðabókum og ekkert kannski stórt safn á nútíma skala, en þetta var allavega þannig að hún kunni utan að mjög mikið, sko, og fór með og sko, hún hristi svona létt höfuðu með tári í hvarmi, sko, þegar að Davíð Stefánsson var sítiraður eða eitthvað slíkt, hann var hennar maður og sagði hann, Davíð minn, hann kunni að setja orð á það, Guð blessa hann. Og þetta var einhvern veginn, þarna sá ég bara the thing itself, eins og Shakespeare kallaði það, bara það æðsta sem orðkunst, orðlist getur gert. Það er að segja að framkalla þessa tengingu, þessa djúpu tengingu við aðra mannveru. Og skáldskapurinn var heilagt hof fyrir henni. Það var rými sem þú gast gengið inn í og þó þú værir alþýð manneskja við kröppkjöri jafnvel, þá var þetta heilaga hof þarna alltaf til að ganga inn í. Og þetta snart mér djúpt og kannski var til þess að strákur sem unglingur fyrir sjálfur að Vildi snerta hjörtu. Reyna að yrkja. Vildi snerta hjörtu. Ég hef aldrei komist Þú er aldrei getað að tára gamla konu. Nei, ég held ekki. Ég held ekki. En samt getur þetta verið, sko, saga af gamlum heim, svona hliðarveruleika. En það getur líka verið saga hvernig nútíminn kemur. Því það sem snart ömmu þína var að Davíð tókst að orða nýjar tilfinningar. Kannski tilfinningar sem fólk hafði ekki fundið áður og hann gat orðað þær fyrstur. Ekki getur að verið þannig að fólk hafi alltaf haft þessar tilfinningar og það var ekki fyrir en að Davíð orðaði þær að fólk skildi þær. Þannig að var þetta ekki nútíminn sem var svolítið að koma inn í hjarta ömmuðinnar þannig með Davíð? Sko, þetta löng þrætubók og dálítið óleyst mál í til dæmis bókmenntasögunni hvort að skáld búi til veruleika eða yrði nýjan veruleika sem að verður til. Ég myndi halda að það sé nú sitt að hverju tagi. Við höfum til dæmis í orðabókum ekki einelti fyrir held í orðabók Menningarsjóðs 1964 en það er alveg greinilegt að þú lest Bjössa litla bergi eða eitthvað svoleiðis að einelti var alveg til þannig að tilfinningi getur verið til þó hún sé ekki, hafi ekki hugtak eða orð. Hún var ekki réttmætt fyrir hún var orðuð. Kannski ekki, kannski er það þannig ég held að og þetta ef þeir lukkast eitthvað til dæmis með það að skrifa og setja orð á eitthvað þá er það mjög merkilegt og þá fær maður þessa tilfinningu að fólk segir, já, ég hef alveg fundið fyrir þessu, sko, þetta þekki ég alveg, sko, og en það er samt, sko, þetta handverk að finna hana og svo ráðast á hana með einhvers konar yrðingu sem hitti beint í mark og þetta er nefnilega, þetta er handverk og almennt séð, ef ég á að tala svona þá finnst mér einmitt að það sé þetta handverk sem er svolítið að tapa og það er ekki metið annað verðleikum þegar það fer það er kallað til fólk og þá að lesa upp skáldskapið eitthvað svona þess að fer pípa í klósettinu samtímis þá var kallað til pípari og hann kann handverk og hann sendi síðan reikning en sá sem að
fer með kvæðið, hann getur ekki sendt endilega reikning af því að það einhvern veginn sjálfsagt og mér svolítið vegið að þessu. Ég ætla nú ekki að fara að byrja hér með dómdagsræður en núna svona þegar fólk getur hóstað upp 2-3 orðum og fengi ljóð eða kvikmynd eða sögu eða hvað sem að þá mér hætt við því og það kannski sem ég óttast mest að þetta handverk verið kannski litið á sem eitthvað ónauðsynlegt sem aldrei hefur verið til og svo framvegis. En þá fáum við grinnri afurðir. Já, það er hætt við því og mér sýnist það nú vera það sem að til dæmis eins og tólistamenn og aðrir tala það er þessi hóli hljómur sem við fyrir að fara að semja fyrir okkur. Já. Ganga milli bæi að segja okkur sögu. Það verður frekar þreytandi sögur þegar á líður. Ég verð að svekkja það meinu. Þetta með mikilvægið. Að við myndum okkur bara, við verum í Laugardalshöllinni og verið landsleikur þarna. Já. Og þá kemur í kallkerfinu læknir í húsinu af því að það einhver hníi niður eða eitthvað. Það kallar lækni. Það enga líkur á því að það komi skáld í húsinu, við erum við skiljum ekki alveg tilfinningar okkar, við þurfum að láta orða þær. Það er ekki litið á þetta sem svona neyðarkall á ykkur. Það heldur ekki kallað siðfræðingur í húsinu, við erum í siðfræðilegur þraut í búningsklefanum. Það bara kallað á píparann, það kallað á læknin og lögfræðinga oftar. Já, oftast kallaði þá. Og markþjálfa. Já. Það er ekki kallað á skáld. Nei, það er ekki kallað á skáld, en ég nefndi dálítið að stilla upp skautahlaupara við hliðin á skákmeistara, sko. Og þannig að það eru, það sem ég er að segja að þetta tilfinningarlega og það það tilfinningarnar og skilja hvernig manni líður og annað slíkt að það krefst mikill að vinnu og það krefst mikills handverks og það krefst þolgæðu, þrautsegju og já, almennt sem talað vinnu en við eigum svolítið langa sögu og mér langar að fara ég fer gjarna aftur til Grikkjana þar sem að ég vil meina að það sé svona rekin þessi fyrsti fleygur í þetta sem við búum við enn í dag þar að segja miklu meiri áherslu á skynsemina, á það sem Grikkirnir kölluðu ratio, á röklega hugsun og hún sett upp strax hjá Plató þegar hann rekur skáldin út úr sínu fyrirmyndaríki og einhvern veginn upphefur þessa rökvísi mannsins sem æðri og æðsta strax þar rekin fleygur í eitthvað illu heilli þá hann einhvern veginn verður hann grundvöllurinn að öllu okkar menntakerfi, öllu okkar hugsun og annars líkt. Það voru alveg samtíma menn þarna sem höfðu aðra sín, ég nefni sem dæmi Ísókrates stórkostlegur höfundur sem að hugsaði sko, nei við hefum ekki að hefja eitthvað upp á kostnað hins. Þetta heil verund mannsins. Hann bæði með tilfinningar og hann með rökhugsun og við hefum að rækta bæði og fá þetta til að mætast og efla hvert annað. Af því að þannig manneskjan. Fekk ekki hljómgrunn. Og svo sérðu, svo ferðu áfram í sögunni og svo sérðu menn tala þetta sama. Við tekum Friedrich Schiller sem að ég hef aðeins skoðað og í þessu samengi á nákvæmlega sömu línu. Hann segir að þessi fagurfræði, fagurfræðilega uppeldi mannsins, eða við skulum segja bara maðurinn sjálfur, hann finnst bara það sem að skynsemin og tilfinningin koma saman. Það að segja, þetta ekki kategóriur, þetta heil verund. Það var kannski þegar við erum að reyna að vera fyndir hérna með Laugardalshöllina, það var eiginlega líka að segja þetta, að matið þannig, að við köllum í kallkerfinu eftir rökum, en við köllum ekki eftir skáldinu. Nei, nákvæmlega. Því að við erum eiga skáldskapinn, þegar við erum búin að redda hinnu.
Þannig það er eins og Amerikanar segja, sko, það er must have, það er rökin, nice to have, það er skáldskapurinn. Það er svolítið þannig, en þú þarf ekki að fara mjög langt aftur, þar sem að maður getur farið að snúa þessu við, reyndar þarf að fara svolítið langt aftur. Ég sé þetta, þú sér þetta nú með eins og elstu dróttkvæðaskáldin sem ég skrifaði ritgerðum, doktorsritgerðum. Ég hef það jafnan í flintingum að það hafi 3 lesið þessa doktorsritgerð, sem voru 3 í nefndinni sem þurfti að gefa þessu doktorsgráðu. En þar sérðu að þar er skáldið nánasti samstarfsmaður konungs. Hann er við hliðin á konungi, en hann hefur náttúrulega svo sem fleiri hlutverk, en hann er fréttamaðurinn, hann er sá sem ræður því hvað við munum, hann er sá sem túlkar það sem gerist, hann er sá sem að ákveður hverjir hafa sigrað og hverjir hafa tapað. Skilur heiminn. Hann skilur heiminn og hann ræður því hvernig við hugsum og finnum til. Þannig að ég hef dálítið svona tekið mynd af þessu til dæmis með Hákonshöllina gömlu sem að Hákon gamli lét reisa í Björgvin, að þar upprunalega var sér inngangur fyrir skáld. Það sem gáttu komið inn í höllina og farið með. Og það var múrað fyrir hann einhvern tímann á 17. 18. öld og það er dálítið svona staðan, sko. Það er búið að múra svolítið fyrir, en kannski má segja að skáldin hafi aldrei almennilega komst inn í þetta blessaða fyrirmyndaríki sem átti að koma út úr þessari grísku lígi sem við höfum svona lifað við hérna meir og minna. Og við höfum ekki skilið heiminn eftir að hafa múrað fyrir þennan eingang. Ég svona myndi í að því mjög sterklega. Því þetta er heilverund mannsins, þetta er allur maðurinn. Þú getur tekið svona, menn hafa talað um það að Shakespeare hafi búið nútíma mannin til. Menn hafa sagt þetta, menn hafa fært rök fyrir þessu, Western Canon, Harold Bloom. Það er mikið til í því. Hann náttúrulega hefur 4-5 tungumál og hann býr til mikið mál, hann yrðir tilfinningar, hann býr okkur til. En Charles Taylor gamli, kanadíski heimspekingurinn, hann er ágætt dæmi hérna, hann er nýræður og hann er að skrifa þetta svona síðasta kallið, síðasta hrópið frá þessu manni sem hefur verið að gera ótrúlega mikilvæga hluti. Þá er hann bara að tala um skáldskap og hann er að tala um það að þegar þú lest skáldskap þá færðu samband við einhverja verund, einhverja tilfinningar, óljóst kviknaðar. Og hann segir, þetta er hið yfirnáttúrulega og ef við hættum þessu, þá munum við veslast upp og verða einhvers konar skynsemisverur sem eigum engan dulúðugan heim lengur. Þannig að skáldskapurinn er að orða það sem er óorðanlegt, svona á mörkum þess sem við getum skilið, sem er svo stór hluti af tilveru okkar. Ef við hættum því að þá lifum við bara inn í rammanum, vírnetinu sem rökin geta búið til í kringum heiminn. Já, og talaði ekki Weber um járnbúr skynsemishyggjunar. Menn hafa verið að segja þetta undanfarið, sko, að þegar menn eru að tala um gervigrind, að gervigrindin var til þegar við heldum að vélarnar gætu orðið grindar, að þá færðu okkur niður á það plan. Þess að bara hugmyndin það að þú getið sko búið til grind með þessum hætti, þá þú komið með gervigrind og þá erum við búin að tapa þessu. Já. Eigum við að ræða það? Já. Við erum bara vakstúka borð þessi á ströndum. Þessi fascinasjón af þessi aðdáun á einmitt að vélinn getur hugsað. Þetta er mjög interessant, sko. Það er, ég hef aldrei svona leitað oft aftur til skák Tyrkjans, svo kallaða. Því hvort við heyrtum þetta var maskína sem var búin til í Þýskalandi.
af 1780-90 eitthvað svoleiðis og þetta var svona vélmaður, svona klæddur með túrban og eins og tyrki og hann satt við skákborð og hann var með vélhendur og hann gat hreyft taflmennina og svo komu menn, Napoleon Bonaparte menn komu og töpuðu fyrir þessari skákvél manni og þetta vakti þvílíka aðdáun og hrifningu og bara þarna væri komið til vél sem hugsaði og gerði svona og svo það ekki fyrir að þetta á sýningu einhvers staðar í Bandaríkjunum að það voru nokkru unglistrákar sem sjá það að það kemur maður út í vélinni og það var alltaf maður inn í bóksinu á vélinni sem að var þá góður í skák sem að hreyfði en fascinasjónin var samt í ykkur 50-70 ár og hún fór aldrei, hún yfirgaf aldrei þó að maðurinn færi út úr bóksinu og núna sjáum við einmitt hvernig þessi greind sem að þú varst að tala þessi svokallega gervigreind einmitt, við byrjuðum á að tala það að það var fleigureikin í tilfinningarnir alltaf komnar í annarsætið eða þriðja eða fjórða og þá sjáum við kannski í gervigreindinni einmitt einhvers konar endastöð þessarar ratio, þessarar rökvísis dýrkunar vegna þess að greindin svokallaða sem við erum að fá hrein stærðfræði. Það að segja að bak við þennan texta þess að þú lest þú ert með kóðaðan texta oftast 1 orð, kannski 2-3 orð ef þau standa oft saman, þetta kóðaðu texti og textin sem þú sérð líkindareikningur á því hvaða orð komi næst á eftir þessu orði miðað við hvað hefur gerst áður í því líkum textum sem fjallum það efni þannig að algjör sigur ratio yfir tilfinningunni en þá var einmitt upprunalegi tilgangur tungumálsins kannski einmitt allt annar og ekki stærðfræðilegur. En ekki líka í þessu eitthvað svona næstu því fallegt að svona þrá mannsins yfir að skapa eitthvað sem stærra og meira en hann sjálfur. Þetta stundu sér maður að í foreldrum og börnum að foreldrarnir verða fallegasta sem þeir upplifa að börnin standa þeim framar. Það slík tilfinning. Kannski þetta þrá mannsins yfir því að búa til eitthvað, það svona Frankenstein, að búa til eitthvað sem magnara heldur en Guðs gat skapað. Þú dáist ekkert á því röngun mannsins. Þetta við þurfum að aðskilja hluti við þurfum að alveg á hreinu þetta stórkostleg tækni hún til mikils gagns á mjög mörgum vígstöðum mannlegs félags, hún þegar farin að hjálpa læknavísindum gríðarlega mikið, þetta frábær tækni, ég hef ekkert þýðingamaskinur, ég eiginlega að leika mér að þeim núna og mér finnst það bara eins og Gutenberg hefði fundið prentsmiðuna og ætlaði ekki að leika mér aðeins af prentvélinni aðeins, þannig að ég svona búin að vera í sumar að leika mér á þýðingavélum og þetta náttúrulega algjörlega stórkostlegt fyrirbrigði. Þetta svona stækkunagler sem að opnar heima sem að ég ekki að segja að maður nái fullkomnu tökum á því að í gegnum það, en maður svona, þetta stórt skráargat, maður sér djúpt inn í, ég meina langt umfram þess að ég hefði annars getað. Lesið indónesísk ljóð eða? Nei, ég veit ekki því að ég hef ekki séð kvæði annars vegar þýtt með gervigreind og hins vegar þá þarftu að hafa það þýtt annars vegar að mannesku og hins vegar gervigreind. Það dugar ekki, þú færði gervigreind kastar í því svona uppkasti en með því að þreifa sig áfram með því aðeins þá getur þú náð að framkalla svona 85% af ljóðinu. Allavega, ég reikna með því. Þetta var ekki hægt fyrir 5 árum eða 10 árum. Nei, og það margt ágætt í því en við rithöfundar kannski vel flestir höfum náttúrulega samt sem áður
orðið dálítið hræddir sko, kannski það eru okkar textar sem að hafna þarna, nú Storytel líka byrjað með þetta og það hefur svona sýnt sig og það mjög áhugavert sko, það hefur sýnt sig þegar að til dæmis Storytel ætlar að spara sér útgjöld og pening með því að láta gervigreind þýða bókmenntaverk og það síðan sendt til yfirlestrar hjá reyndum þýðanda að þá sýnir sig að það tekur eiginlega lengri tíma fyrir þýðandan að reyna að skrúa ofan af því sem að þar hefur verið sett fram heldur en það væri fyrir hann að þýða þetta frá grunni. Þannig að ég svona hef ekki trú á því, Gunnar Smári, en þá að þessi tækni sem ég var að lýsa áðan, þar sem að þú ert með í rauninni algjöra formkvöt eða skynsemi eða matematík, stærðfræði á bakvið tungumálið að það nái utanum þetta tilfinningarlega sem að bókmenntir eru að reyna að miðla. Og ég myndi segja að það væri svolítið síðasta vígið og það það sem við ættum að vera stolt af og það það sem við ættum að hegna svolítið og hæla niður núna í þessu roki. En tilbaka til þess sem þú sagðir, vitanlega þetta Frankenstein og vitanlega þetta það að búa til eitthvað stórkostlegt, búa til eitthvað sem að æðra manninum eða hvað sem skilur. En ég held að það sé flestum heilbrigðum mönnum alveg liggi það sama á hjarta með það að þú vilt hins vegar ekki fá tækni sem fyrir að segja þér hvernig þú átt að lifa og fara að stýra þínu lífi alfarið. Og það þessi stóra áskorun og þessi stóra problematík sem að birtist í þessu þegar maður les gervigreindina. Það þetta með aligned, þar að segja í takt við vilja manna eða not aligned sem þá kerfi sem farið að virka algjörlega á eigin forsendum og það engin mannsögur sem lengur skilur hvað býr þar að baki en eins og við tölum til dæmis artificial general intelligence en almennu gervigreind sem menn að tala að koma upp til 3 ár eða 10 ár eða kannski aldrei segja sumir en ef að hún kæmi þá það tækni sem getur leyst mannsöguna á hólmi á öllum sviðum og mun betri. Við eigum ekki séns í þessa mun fljótar að komast að rangri niðurstöðu. Nákvæmlega. Þannig að sko ég held að það sé svona það sem að við ættum að fókusera líka á og ekki bara hvað þetta stórkostlegt og gaman og hvað þetta getur skrifað mikið af e-postinum fyrir mann og létt mann í lífið sko maður máli minna á gömlu humanistana og það á ekkert allt að vera létt. Nei. Ég nota þetta ekki nema þessar þýðingavélar og ég ekki að halda því fram að þýðingavélarna geta tekið yfir sko þýðingar. Heldur þetta eins og í svissneska vasafílnum mínum. Já. Að þá komið þetta tæki sem opnar mér. Ég get lesið ef það valdarán í Madagaskar, þá get ég lesið blöðin í Madagaskar. Já. Þetta eiginlega ævintýralegt. Þetta ævintýralegt. Og ég náttúrulega veit að þetta svona svipað og ef að ég hefði þetta frá þér sem hefði hitt mann sem hefði verið í Madagaskar, það getur eitthvað skólast aðeins til á leiðinni, þannig að ég verði að beita svona einhverju skynsemi við hvernig ég met upplýsingarnar. En þær það kemur óvart hversu nálægt þetta kemur og ég hef borið saman þýðingar, þykir á ensku þýðinguna til þess að hafa til hliðsjónar því að þýðingavélarnar geta stundum jafnvel gleymt orðinu ekki og eitthvað svona dótri sem að getur bara snúið við merkingu, þannig að maður verður að hafa varan á að trúa þessu nýju neti. Já. Og sko, fyrir alla muni sko, ég svo leiður á því að vera alltaf settur sem eitthvað svona
gamaldags konservatífur durgur ég hef ekkert á móti þessari tækni þú veist, það ekkert verið að tala um það er verið að tala um tilvist mannsins hérna og hvað við ætlum að reyna að hæla niður sko, eða hvort það sé eitthvað var það eitthvað sem var þess vert að varðveita af manninum. Af hverju heldur að þú sért svona settur í það mót að vera svona gamall durgur af ströndum? Ég veit ekki. Af hverju upplifir það í viðbröðum fólks? Ég veit ekki, ég skil það ekki. En sem sagt, allt gott. Gervigreind stórkostleg tækni sem léttir lífið á mörgum sviðum og bjargar mannslífum, kemur upp skattasvindl, gefur okkur betri veðurspá áfram og áfram í allar áttir en núna erum við komin að þeim punkti að við þurfum að fara að spyrja okkur hvað viljum við varðveita. Og hefðum kannski þetta að gera það fyrir löngu síðan. Kannski það og það þessna sem að kannski fremstu einmitt lögfræðingar innan tölvugeirans og innan gervigreindar að hrópa núna á öllum könulum eftir bara færistu heilum mannkins að fara í þetta strax. En að því að þú lýsir þessu að vera inn í kerfi sem að þú skilur ekki, það sem sagt að vélinn gæti móta það kerfi sem að við lifum inn í, móta líf okkar þannig. Á það ekki við langflest fólk að það lifir inn í einhverju kerfi sem að það skilur ekki sko tilgangi með því og hvernig það fungerar og sömuleyti finnst mér þetta að vera næstu því bara enginn okkur tíma að megin þorri almennings upplifir það að lifir í samfélagi sem að þjónar því ekki, því líður ekki sérlega vel í því hefur tilfinningu fyrir því að þetta sé eiginlega kerfi sem er í höndunum okkur öðrum sem mögulega að græða á því og mér sé kannski bara notaður. Mér finnst þetta að vera bara næstu ríkjandi viðhorf í okkar heimsluta. Já. Þú þarft ekki það sem ég er að segja, þú þarft ekki gervigreindina til þess að búa til óskapnað. Nei, það er alveg rétt. En hér myndi ég kannski ræða þá að þetta væri stigsmunur og ekki eðlismunur eins og heimspekingarnir segja. Þarna ertu allavega með kerfi sem að gefur svo út fyrir það að vera kjörið og kosið af fólki alltént í lýðræðislegum ríkjum ef við tölum hér Vesturlönd þar sem að menn hafa komist til valda í krafti fólks og búið til þetta kerfi og í rauninni meiri hlutin lagt sína blessun yfir það. Stiginu lengra þá ertu komið kerfi sem að það engin stjórnmálamaður sem skilur neitt í þessu kerfi. Það engin manneskja sem skilur þetta kerfi en kerfi segir þér að þú ert að gera þetta og þú ert að gera hitt. Og það auðvitað orðið kannski eðlismunur og eitthvað nýtt í mannlegum veruleika ef við erum komið með það því að þá höfum við rauninni ekkert meir það að segja. Og þess vegna má segja þessir svona svartsýnu prófetar og þeir eru gjarnað mikið í Bandaríkjunum að berjast fyrir þessu að þá líður ekkert á löngu áður en að mannlegt félag getur liðið undir lok því að í sjálfu sér ekki vélin, það ekki endilega til gagns fyrir hana að það séu mikið af manneskjum að þvælast fyrir en aðri segja að þessi tækni muni ekki koma vegna þess að við erum komin að einhverjum mörkum það sem hefur reiknifræðilega afl computational power tölva eiginlega komið að endimörkum og þann veg að kísilsmárin, altså smárin sem er kjarnin í tölvinu og sem í rauninni gerir þetta miklu mállíkun og allt þetta mögulegt, það er þetta ógulega reiknifræðilega afl. Þessi smár eru orðnir núna, þeir eru reynda staflaðir núna, þess vegna þeir eru orðnir 0,3 nanometrar en sjálft kísilatómið 0,2 nanometrar. Þannig við erum eiginlega komin að endimörkum sem að einfallega líffræðin og sjálft efnið setur okkur. Þannig að kannski komstu ekkert mikið lengra. Það eru líka aðrir sem segja það. Að það verður bara, þetta
þetta er bóla núna, þetta er allir að hengja sig á vagnin, allir finnst að vera að missa á ykkur og eitthvað svona, en kannski erum við bara ekkert að fara mikið lengra en þetta. Og það tengist hérna svona vanggetu mannsins á því að skilja heiminn að honum hætti til svona bóluhugsunar að halda að framtíðin verði sama þróun og hefur verið undanfarið. Þetta ekki svona línulega jöfnu á hérna þróun samfélagsins. Að það var svona og orðið svona og þá lítur að verða svona. Já, þeir nota það sko, transhumanistarnir nota mikið, þeir vísa í náttúruna og þeir vísa til dæmis í þegar þú andar í svona glas og það koma bakteríur í það og eftir nokkra daga þessar bakteríurnar miljardar en svo stoppar líka fæðan sem var í glasinu. Þeir tala vatnaliljur. Það er ein vatnalilja sem myndast í vatni. Eftir nokkra daga eða vikur vatnaliljan búin að þekja allt yfirborð vassins. Það er að segja að það er veldisvöxtur. En svo hættir líka vatnið. Svo er ekki stærri flötur. Það er að segja að það er alltaf mörk sem að náttúran og náttúrulögmálin setja öllu og þau mörk eru alls ekkert kannski upp á borðinu í Kílsdalnum núna. Alls ekki. Það eru engin mörk. Menn hugsa að það sé komið eitthvað nýtt og þeir séu að verða eitthvað svona herrar algeimsins. Þetta lyktar af mjög mörgu skrýtnu og gömlu og gamalli trú sem að hérna ég held að sé svona frekar ónáttúrulega og skemmandi og meiðandi. Þessi hugmyndum að nú gilda allt gömlu lögmálin ekki, nú erum við komin á nýjan tíma. Já. Nú er allt öðruvísi, er eiginlega setningi sem er ofta sögð rétt áður en allt hrynur. Já, það er kannski, það þekkjum við í mannkynssögunni. Þetta er, og mann finnst þetta líkta dálítið af gömlum trúarbrögðum, eða bara trúarbragð hugsuninni, en núna eru þá kannski frelsarinn okkar meira að koma í tölvuskýi og ekki eins og Kristur á skýinu og hann er þá tölvuverkfræðingur og líftæknifræðingur í Kísildalnum, þessi nýji bjargari mannkyns frekar en andlegur maður með sæmilega gott siðvit. Hérna, þú ert að tala hvernig skáldin yrða eitthvað sem hjálpar okkur að skilja. Það rætti ég hérna við geðlækni fyrir einhverjum vikur síðan og hann sagði, hérna, var að tala nauðsyn þess að við myndum tala við börnin, að við myndum svona taka þátt í þroska þeirra frá því að vera barn og að verða úlingur og verða manneski, að það þurfti margar yrðingar á leiðinni. Og hann sagði eina setningu sem satt í mér, sem var einu sinni sáu skáldinu þetta en svo hélt hann áfram og hann talaði það í fortíð að þannig að einu sinni voru menn eins og Davíð sem voru að yrða það hvernig ömmuðinni leið eða hvernig hann ætti að líða eða vildi líða en hann notaði fortíð þetta og svo spurður hann ekki hvað nánar út í það og svo láða eiginlega í framhaldinu hann fór að tala svona leitmannsins og ég fór að því ég átti hérna samtal við, svo satt líka lengi í mér við Lilju Ingólfsdóttur sem hefur gert kvikmynd í Elsklig í Noregi sem þú þekkir vel til í Noregi. Frábær mynd. Og þegar ég var að tala við hana þá var ég eitthvað að segja sko þessi mynd ekki beint, hún liggur ekki alveg beint inn í svona bókmyndi eða lista grunn, heldur liggur hún í þann hluta bókmyndina sem við myndum kalla bara svona sjálfsjálpar bókmyndir og annað slíkt sem að við höfum kannski ekki tekið inn í bókmyndina sem slíkar
og hún svona játti því og sagði þetta eiginlega þerapí, þetta mynd sem að fer yfir mannesku sem að bogin í sögunni, manneskja, örvingluð og fleira og hún ratar aftur eiginlega með aðstoð sálfræðings og svona sjálfsvinnu og öðlast aftur nýtt líf. Og ég hef svolítið verið að velta þessu fyrir mér og svo ég til að tala við Elsabetu Jökulsdóttur sem yrkir mjög á þessu svæði. Og þetta, ég hef svona verið að velta fyrir mér að þessi svona hugmyndum, þú veist að skáldin yrði, hvernig okkur líður og fleira, það náttúrulega miklu fleiri í því og kannski þetta það sem að þú telur vera ógn af að því að sjálfshjálparbóka megin verið svolítið að reyna að lemja tilveru okkar inn í svona orsaka afleiðingasystem eða eitthvað sem svona rökfræðilegt og ég hef verið að velta fyrir mér kannski fórum við bara yfir inn í þennan heim og þess vegna þessi heim og kannski hefur eftir að vera þannig einhver tíma og það komið sko, eins og þú segir, stórkostleg listaverk út úr því sem að eiga eiginlega sterkari rætur þar heldur en í Davíð og dróttkvæðunum þínum. Já, þetta er svolítið stór vangavelta og stór spurning. Við leyfum okkur það og svona langur spotti hérna sem þarf að rekja saman sko, og við getum reynt það. Í fyrsta lagi getur ekki Lilja og það er nú svona almennt meðal rithöfunda og skálda. Lilja hefur ekki umboð til að segja að myndin hennar sé sjálfshjálparmynd. Því að og ég held að mjög margir listamenn hafi einmitt fundi fyrir því að stundum þá eða oft í ferlinu þegar þú ert að búa til listaverk þá finnur það eins og ítt aftan á bakið á þér og þú átt að fara í einhverju átt og ef þú er góð listamaður þá fylgir þessu kalli. Þetta er insight, og þarna er tilfinning og kannski gömul tilfinning að stýra þér og það er alfa og omega fyrir gott listaverk, menn fylgi þessu en þetta þarf ekkert endilega að vera meðvitað. Hið meðvitaða listaverk radíólistaverk, skynsemislistaverk, formtrýp eða formkvatar listaverk og það ég á erfitt með að sjá það lifa og verða að klassík endilega. Ég held að þau hafa alltaf verið til en það er samt ég leyfi mér að segja að það er ekki endilega það sem að snertir okkur dýpst. Þannig að mér fannst mjög mörgum heimsbyggilum spurningum til svelt upp hjá henni þegar hún sér þennan mann og hún ætlar bara að eiga hann og bara ætlar að taka hann. Það er mjög áhugavert. Hvort þetta sé svona þetta orðið vörur, við orðnar eins og þú veist það er búið að leggja upp á þessum síðum í dag þú ert á einhvers konar vörumarkaði áhuga mál sem skarast, það er einhvers konar vörur skipti og svo framvegis sko erum við komin þangað. Mér varst mjög mörgu heimsbyggilegu sem veldu og það yrða margt sem ekki hefði áður verið almennilega yrðað. Þess vegna var þetta svo áhugaverð mynd að þetta voru persónur sem hafa ekkert verið þarna upp á tjaldinu aðeins sko. Nei, það er algjörlega sko. En það sem ég er að segja þú veist er að ég er eiginlega og hef svona með árunum orðið meir og meir sammála gamla Schiller þar sem að tala þetta hið stóra listaverk það verður að vera þessi samrömi beggja og ef þú til dæmis hugsar góða sögu góð saga og heyri góða sögu eða lest góða sögu það er svo fullkomin samruni á efninu, grunntilfinningurinn sem það ætlar að miðla og forminu sem það sett í að þú sérði ekki einu sinni formið. Þú tekur ekki eftir að sé neitt form. Það er fullkomin samruni og það verður listaverk
og þú getur tekið þetta í innan hvaða lista geira sem að það er þessi samruni formkvatar og skynhvatar eins og hann kallar það er að segja tilfinningar og þessa rökvísis forms og við getum farið aftur, menn hafa vitað þetta lengi, við getum farið aftur til Óðins, hann fer á vit jötnana sem eru meira minna bara tilfinningin, náttúran, óreiðan, hættulega og næri þennan skáldamið þarna og svo koma svo næra því að svolgra það inn í sig og fer aftur til manna og þeir búa til þessi ker og hann gubbar þessu upp í og það komið formið og þarna ertu með elixírin sjálfan sem allir ausa af til að verða skáld eður fræðamenn eins og hann kallaði það en þú veist það gildir einu og ég held að það gildi einu líka með ef við stillum upp til dæmis vísindamönnum og listamönnum að hvað er þú veist takmarki það jú alltaf þetta að sjá heiminn í nýju ljósi að finna eitthvað sem breytir tilvist okkar að við sjáum eitthvað nýtt það sem við sáum ekki áður og svo framvegis þannig að en hvað sem því líður Snorri, hann segir þessa sögu og þessi saga segir okkur að þetta hefur mjög lengi verið þekkt að þú þurfir báða hluti í listaverk sjálfshjálpa bækur og handbækur sem þú varst að tala ég á nú ekki að tala illa handbækur, ég hef skrifað handbók hugarfar kúa sem var að koma út í Noregi, ég var að koma þaðan núna hef ekkert á sem myndi ekki flokka sem sjálfshjálparbók nei, það er því miður ekki það er ekki kýtna sem lesa hana það var miður lítil sjálfshjálp þar en hún mjög stutt, það bara mjög stættur í henni nákvæmlega, en það allavega sko almennt getum við kannski sagt það já, við erum að tala þá át svolítið öðru plani, við erum að tala einmitt þá bókmenntir sem eru kannski meira grundvallaðar á þessu sem að kalla mætti rökvísi eða skynsemi eða annað slíkt og hvernig ég höndla eitthvað ákveðin veruleika sem getur verið tilfinningalögur hvernig á að höndla hann með rökvísi og skynsemi þannig að það ekki kannski þá listaverk eftir þessum gömlu stöðlum sem að ég hef talið mér að hugsa. Má ég pröfa aftur, að því að mér fannst þetta áhugavert að hún talaði svona, að hún væri að sækja svona hugmyndir líðan og stöðu persónuna meira inn í þennan hluta bókmyndara, við erum svona bara að kalla sjálfsagt hluta bókmyndara og það kom líka fram í samtalinu að hún upplifði að við varum að lifa eiginlega sem liti stórkostlega menningarlega tíma þar sem að miklu fleiri fá rödd og geta talað og tjáð sig að það sem áður var kannski fáir sem höfðu rödd sem að voru að yrða hvernig okkur leið og gáfu okkur þar leiðandi svona leiðbeiningar hvernig við ættum að vera að það þjónaði okkur ekki vegna þess að það voru ofáir sem að voru að gefa tónin og það sem er kannski sorglegt fyrir skáld og rithöfund að þá er upplifun þannig að í þessum arfi sem við fáum úr níði aldana og fram á okkar tíma að hann hendar okkur ekki alveg þegar hóparnir fá síðan að fara að fá okkur á rödd að þá sækja þau sko skilningsinn sjálfskilning frekar inn í þennan hluta bókmenntanna og þetta er þá einhver tími og þess að nefndi ég Elsabetu Jökulsdóttur sem við svona dæmi það að hennar sjálfskilningur hún eiginlega notar ljóðin sín og verkin sín sem eiginlega svona þerapíu út af geðröskunum eða fíkn og hún talar ástarsambönd og svipuðum hún vera eiginlega þarna að búa til svona skáldskap þar sem að þetta fljót þessar yrðingar sem að voru í þessu fljóti eru bara það sval okkur ekki eða ekki öllum það sval kannski sumum en aðrir finna ekki einhvern veginn skjól í þessu og þess vegna fannst mér þetta svo sláandi þegar geðlæknirinn sagði í fortíð að einu sinni
þá sáu skáldunum þetta. Kannski Já, voru hér- skáldin hér bara er komin út í oft að skó athuga. að tala, verið að lesa einhverja tilfinningar inn í tré og bara gleymdu því að þessari sko vakningu sem er að verða í samfélaginu okkur, það sem er ótrúlega fólk er að fá raddir og fleira. Já, já. Það var samskáldið sem las þarna tilfinningu inn í tréið mitt og kannski gert það verkum að núna skilja menn að tréið eru með tilfinningar. En það er önnur saga. Hérna er gríðarlega margt að aftur, ég held að þetta væri bara svona einföld, bara svona spjallum daginn og veginn, en þú ert hér með langar spurningar og ég er að reyna að greiða sem best úr þessu. Ég er bara gestur sem getur þín. En allavega, ég er algjörlega sammála Lilju og hef ekkert þar á móti að það séu margir hituna núna og það er frábært að allir séu konur með rödd og ekkert endilega bara þeir sem farin á forlög eða eitthvað slíkt eða sem að höfðu áður fyrir eins og þú ert að samböndin eða eitthvað slíkt. Það myndast þar gríðarlega skemmtileg flóra, falleg flóra. Við heyrum nýja raddir, við fáum ný sjónarhorn á mjög margt og ég meina ég fæ, það var nú síðast bara í gæra fyrir þetta, hringdi eitthvað frændi minn að þýðir ekkert að vera í þessum bókastúsi, þú átt bara búið til podcast og þú átt að bara svona láta taka myndir af þér og filma aðeins og segja frá lífinu þínu og þú myndir fá bara hellingsfollowers og þetta er bara, þú ert bara gamaldags, þú ert orðin steingervingur. Ok, allt þetta gott og blessað það breytir hins vegar ekki því sem ég var að segja áðan að ef að eitthvað á að lifa og það er það sem að þú veist, núna eru þú veist 10 milljarðir mynda sem eru sett inn í lager langt niður í jörðinni þar sem þau eru niðurkæld til þess að bráðna ekki yfirum. Hvað af þessu er vert að varðveita, hvað af þessu mun lifa og þá held ég að við komum alltaf aftur á þessu, hvort sem það sé Aristóteles skáldskapalistina eða hvort sem það sé Ísókrates eða Schiller eða hver sem það er þessi heil verund mannsins og sá sem að nær einhvern veginn utan það og það getur vel verið podcast hjá einhverjum, þú veist, útlendingi í Bangkok sem er alveg ný rödd, hann getur fangað þetta. Það skiptir mig engum máli, en svo lengi sem þessi heilverund mannsins, sem ég held að við verðum að fara að sjá að svolítið í hættu og getur horfið okkur og runnið okkur og greipum hvernig sem þá skiptir það ekki máli, en það samt af hverju höfum við klassíska list? Það vert að spyrja sig að því. Hver gerir þetta val og það hægt að koma með alls konar hugmyndir og tilgátur að það hafi verið ykkur bara elita eða eitthvað slíkt. Það samt ekki þannig. Við vitum það. Það manneskjan sjálf. Hún veit hvað er gott. Hún finnur það í hjartan á sér. Ef eitthvað hittir í mark, þá það gott, þá lifir það áfram. Það þess vegna sem hún segir til dæmis einhverja góða sögu sem þú hefur heyrt. Þú segir hana því hún snarti, þá segir hana aftur og hún heldur áfram að lifa. Já, þess vegna eru til munnlega frásagnir, litlar anekdótur og það, eins og ég segi, það skiptir mig engum máli hvaðan þetta kemur. En þetta eru lögmál. Ég ekki að segja þetta sé, þú veist, eitthvað nýtt getur ekki, þetta náttúrulögmál og eitthvað nýtt getur ekki komið í staðinn og sagt einhver til dæmis starffræði útreikningur með gríðarlega reikningsfræðilegt afl getur ekki búið til klassíska list eða búið til góða bókmynd vegna þessi heilverund ekki þar. Þetta ég veit að tala geymsluna þarna. Kannski þetta svona heimsendasaga af því að þú veit að tala að það val einhvern veginn í sögunni
hvað gott. Ég segi, ef þú segir mér eitthvað sögu sem góð og þá mann ég hana og heldur áfram í gleymi vondursögunum. Þannig það val sem gleymskan. En í hvelfingunni þinni, þá gleymist ekkert og þar getur verið komið sko bara endalok heimsins. Það okkur tekst ekki að gleyma neinu og þar lendi ekki greiða úr neinu og allt verður jafngilt. Já, það svo önnur saga sko hvort að það muni alltaf vera þarna. Ég held að það sé ákveðin svona barsleg tiltrú á tæknina sem að við höfum líka talað sem að búið þar að baki. Það má mjög lítið út að bregða. Kannski þessar stöðvar eru með neyðarrafmagn í einhvern ákveðin tíma en ekkert endalaust. Ef það virkileg krísa þá munu þessi gagnalagarar bráðna og það verður ekkert eftir. Þess vegna segi ég bara ef það eitthvað fallegt sem hún sér prentaða út eða lærða utan að. Ég myndi segja það. En þetta alveg rétt og við sjáum alveg ég hef stundum svona stilti upp og sjálfsagt hefur Einar Kárason líka gert það. Ég hef ekki séð það að svona munurinn á tilslípaðri Íslendingasögu og svo Sturlungu þar sem að þú ert með allt í samtímanum, þú ert ekki búin að láta minnið einmitt vinna með sagnaarfin og slípan til þar sem að allir þessi núansar og óþarfi búin að veðrast burt. Þannig svona hef ég lítið á þannig að það eitthvað þú færð upp í hendurnar dálítið langa mannlega sögu og mannlega hugsun þegar þú færð góða litla frásögn, munnlega frásögn upp í hendurnar eða klassískt listaverk. Það er einhver löng saga þar að baki og ég held að einmitt í þeirri sögu og í því þar liggi eitthvað sem við getum kallað hið mannlega. Allavega höfum við sammælst það að það hafi verið þetta mannlega sem hafi búið til minni okkar. Það má síðan deilum það hvort að það sé alltaf hinir réttu hlutir sem eru opinbera sagan og það er svo annar handleikur. Ég hef talað það að mitt hlutverk þegar ég hef skrifað fræðibækur hefur alltaf verið að reyna að finna hinasöguna sem opinbera sagan hefur gleymt og þess vegna hef ég skrifað þessa einstaklinga eins og Geirmund Teljaskinn og Þormóð Torfason sem að sagan hefur einhvern veginn gleymt og svo konir einhverjir aðrir í staðinn og það bara verk humanistana og mun alltaf verða. Að muna. Ef ég má klára heimsendamyndin að þessu allt geymt í ekkert gleymist og þú segir að þetta nú ekki alveg örugt að þeir hafa bara rafmagn í ákveðin tíma og svona og svo þurrkast þetta út. Þá maðurinn búinn að tapa hæfnin í að muna eins og við þekkjum svolítið bara með farsíma og fleira einu svona mundu við símanúmer, nú munum við engi símanúmer. Þannig það geti, ef ég má halda áfram með heimsetta söguna mína, þá endar hún þannig að þegar loksins slöknar á vélræna minninu að þá eru við búin að tapa getunni til að muna. Herðu, ég myndi ekki vera alveg svona svarsinn vegna þess að ég átti gamlan minn í Noregi mikinn þýðanda á klassískum bókmenntum og hann fekk heilablóðfall og það skemmtist svolítið af heilanum í honum en málu að það er þetta undarlega fyrirbæri heilin að það fóru aðri partar heilans að sjá að muna fyrir hann og þannig að ég hef ekkert engar ágjörð því að við erum að tala um milljónar og þróun og einhver tækni apparöt í einhvern smá tíma þau mun ekki geta keppt og eyðilagt getur mannsins til að hafa þessa kognitífa hæfileika eins og að muna eða yrða eitthvað. Ég held að það muni koma aftur. Ég held að hins vegar það yrði mjög áhugavert og skemmtilegt þegar gagnalagarinn er bráðnaður að þá ertu með svolítið svona tabula rasa, svolítið hreint og nýtt borð. Kannski lifum við það ekki.
Herðu, en kannski einhver undrað sig á því hvað þráður í þessu samtal okkar, en ég held að sé þráður í þessu sem að tengist því að það var að koma bara út úr prentsmiðu, ég hef ekki lesið hana, ný bók eftir þig, Hlaðan, Þangað til framtíðar, og þannig að þetta gera upp gamla hlöðu afaðins. Já. Og hérna stendur á bókinni eingöngi gefin út á pappír, þannig það ekki hægt að lesa þetta á netinu. Nei. Og þú ætlar ekki að lesa þetta sem hljóðbók? Jú, eða sko fyrir þá sem að fyrir hljóðbókasafnið sko. Já, það er alveg fyrir ekki Storytel og kommersiált. Nei, aldrei. Bara fyrir blinda? Bara fyrir blinda og lesblinda og svoleiðis, já. Það kemur síðar, já. En þarna ert þú að gera upp hlöðu? Já. Aðeins? Já. Og það sem eru ykkur verðmætt úr sögunni. Og þú skrifar bók, Þangað til framtíðar, þannig það er svolítið svona niður kynslóðana. Já, ég nota þetta sem sko, ég nota þetta sem ramma, þetta er eiginlega essayu saga, ég kallaði það lengi. Þetta eru hugleiðingar ýmislegt af því sem við höfum verið að ræða hér og annað. En ramminn til þess að halda utan um þetta er þessi tilraun mín sem doktor í fornum dróttkvæðum og rithöfundur að fara að gera upp sveitabæ afa og ömmu norður á Ströndum þar sem eru mjög fái smiðir og kunna ekkert fyrir sér í því að gera upp hús. Það er saga hvað fór að gerast þá og hvernig það þróaðist og svona, og það er svona það sem ég kem alltaf tilbaka til og hérna það er svo góðum að sagði, þú getur meinað mjög mikið sko, en það skiptir máli þegar allt kemur til að hvað þú gerir og þarna langaði mig að vera eins og gömlu húmanistarnir og Immanuel Kant sagði það á sínum tíma að það er ekki, þú ert ekki frjáls og þú ert ekki að danna þig sem manneskja ef þú kaupir mann til að gera allt fyrir þig. Þú átt að gera sjálfur og þarna var þetta svona meira af neyð vegna þess að það eru svona smiðinni sem eru þessi fái sem eru á svæðinu þeir segja mann alltaf að hringi í sig næsta haust alveg sama hvað árstíð er og en þetta þróaðist einhvern veginn þannig að svona gamlir ellilífeyrisþegar smiðir fór að koma í kaffi sem að fundum til með þessum mikið skreiði sem að reyna að gera eitthvað intellektúel sem að var að reyna að vera smiður sögðu mér til og þá kom þetta aldrei á daginn og mér finnst mjög gaman og þó að ég, þú veist, allir ekki að segja en það hafa verið svolítið bátasmiður í ættinni sko, afi og langafi var bátasmiður og þannig að ég kann mér rosalega vel í efninu ef mér er sagt aðeins til þá finnst mér mjög gaman að smíða og hérna og það hefur einhvern veginn ekki vantað svo hefur bara hinn góði kamerat sko, manneskjan einhvern veginn komið og lagst á ára með mér og bara úr öllum áttum og óvæntum áttum og nýjir vinir myndast og þannig að mér fannst líka þetta varð svona saga af þessu sem að ég þá er svolítið farin áttast það er að segja sem mannlegu samstöðu og góðvild sem að er náttúrulega þessi sanni eða kjarni humanisman sko, sem að hérna er eitt af þessum svona skrautblómum sem að væri afar hyggilegt ef að væri tekin alveg af okkur eða við mistum þann hæfileika til að standa saman og það er kannski það sem að þessi saga þá verður en þarna fer ég sem sagt í gamla svona þessi gömlu gildi sem að humanismin, nú er það mjög flókið hugtak og ég ætla ekki að fara bretta það út hér, ég reynir svona að gera grein fyrir því hvað ég á við með þessu hugtaki þarna eru ákveðin gildi sem að til dæmis varða sjálfræði mannsins og það er að segja hans getu til að forma sinn eigin heim og hafa eitthvað það að segja hvernig heimurinn líti út
gríðarlega mikilvægt og svo mannleg reisn, það annað sem að gildi sem þú finnur hjá öllum þessum gömlu humanistum. Það til dæmis þetta með að mentast eða mannast að þá ertu með gamla humanisma sem einmitt það að mæta því framandi og reyna að skilja það. Það að mannast og það þetta ég stilli upp svolítið humanistanum eins og ég skil hann sem einmitt manninum á milli fylkinganna sem á að tala við báða og reyna að skilja báða aðila og einhvern veginn tengja þá saman og gera þetta samtal mögulegt og í svona stuttumáli og mjög einfölduðu máli þá ótti minn sá að þessi maður þarna á milli, þetta samtal, þetta þessi miðlun þarna á milli þessara parta sé svolítið að hverfa og við vitum af hverju, það er skautun, það er polarisering, menn tala þetta og þá liggur leiðin þá yfir í að reyna að gramsa aðeins í því hvað það og hvaðan kemur það og það fer þá þannig sagan frá samfélagsmiðlum og endar þá í þessu sem við töluðum áðan gervigreind og þá ég alltaf að reyna að taka á því tilvistarlega. Ég ekki tækni maður á nokkurn hátt og það skiptir auðvitað ekki máli hvað þú segir tæknina því að hún verður úrelt eftir eina viku hvort þið en það þetta tilvistarlega sem að vert að velta upp og ég hef alltaf svona haldið að það hefur verið talað hér ýmsar raddir sem að segja að skáldskapur sé óþarfur og hérna það hefur verið yrða tilfinningar og annað slíkt en þetta hefur líka alltaf verið mikill eða snar þáttur í starfi skálda og rithöfunda, það einmitt að kveikja á þessum aðvörun á ljósum og útmála mögulegar myndir og fá fólk til að stoppa upp og hugsa sig hvert viljum við fara og vitanlega erum við búin að hafa dystopískar frásagnir í yfir 100 ár einhverjum konar framtíð það sem að hérna í rauninni allt þetta sem við erum að upplifa núna hefur verið orðað og sett fram hvort sem þú lítur til Orwells eða H.G. Wells eða í hvað áttir þannig að þetta ekki dystopísk saga vegna þess að ég skrifa þetta til dóttur minnar, þetta einfallega maður sem að reyna að skilja hvað að gerast. Ég held að allir getur verið sammálum, þó enginn sé sammálum nákvæmlega hvað sé að gerast, þá eru allir sammálum að það að gerast mjög hratt. Og þetta einfallega tilraun eins lítils mannsanda, eins manns párandi á blað, að reyna að skilja þau ferli sem í gangi og hvert það að taka okkur og það þá sem eins konar hugleiðing til þeirra sem eiga að erfa og taka yfir og hef ég þar notast dálítið við þessa svokallaða það sem kallað í umhverfisfræðum grunnviðmiða riðlun þar að segja að við erum eitthvað gömul viðmið og gildi en síðan gerist eitthvað og það verður riðlun á þeim og til dæmis það felldur skógur og byrð verksmiðja og barni sem vex upp þarna við hliðina á verksmiðjunni ef að því ekki sagt að það var þarna skógur áður þá hætt við að barni taki þetta bara sem föstum veruleika og sjálfsögðum veruleika og ég kannski reyna taka þetta svona meira hugmyndasögulega og segja að
þær hugmyndir sem við lifum við í dag eru ekki endilega sjálfsagðar og hafa ekki verið sjálfsagðar og ég held að svona það sem að er hættulegast fyrir manneskjuna það ef þú tekur fortíðina af henni þá hefur hún engan viðnámsþrótt þá getur í rauninni gert hvað sem þú vilt við manneskjuna því að það er alltaf fortíðin sem er krafturinn fyrir öllum umbreytingum og byltingum og öðru slíku. Þannig ef þú nærð að skera á böndin til fortíðarinnar þá ertu búin að sigra skepnuna sem slíka og getur gert hvað sem þú vilt við hana. Sem ég getur sagt að þetta væri eiginlega að kröftugasta við nýfrjálsökjuna halda því alltaf fram að vera árið 0. Já. Og þar með ferðu eiginlega afl til þess að gera hvað sem er. En svona, þú ert ekki svo gamall. Nei, er það nokkuð? Nei. Ég veit ekki hvað kallast gamalt í dag. En þegar þú ert að lýsa þessu, þá veltum við að fyrir sér, þú veist, margir á okkar aldri og eldri gætu skrifa svona bók til barnanna sinna sem var að segja heimurinn var stórkostlegur. Hér eru leifarnar á honum, afsakið. Já, það er náttúrulega, Þetta er náttúrulega ekki eðlilegt að þessi kynslóð að færa heiminn til barnanna sinna með þessari svona tilfinningu að eiginlega allt sem við fengum, allt sem ég fekk frá afa mínum, höfum við eyðilagt. Ég vona að þið getið tjastlað svo saman greið mín. Já, það er svona einleið að líta á það, sko. Það sem er náttúrulega gríðarlega mikilvægt, sko, í svona orðræðu sem að tekur á okkur svona að tala fortíðina, það er, sko, þú mátt alls ekki detti á gryfju, allt var gott í gamla daga, gryfjuna sem að við köllum, sko. Það er ekki það sem að snýst og það snýst ekki heldur, þú getur ekki fordæmt samtíðina. Vegna þú gerir það ekki gagnvart þeim sem þarf að sitja í þessari samtíð og í allri framtíð. Þú sagðir áðan að þú lendir í því að verða sakar það að vera gamall durgur af ströndum. Já, það er kannski að því ég gömul sál, sko. Hlöðu afaðins. Þú með myndir af mönnum sem eru að bera hey á herðum sér. Sem er svona... Það stendur þetta sé engugu gefið út á pappír. Þar þú ert eiginlega með linnulaus skilaboðum að svona horfa aftur, snúum aftur. Ég hef það og það er ekkit launungumál, sko. Ég menna það er bara, almennt getur við sagt að það er bara búið að vera síðustu 100-150 árin alveg gríðarlega áhersla á Prometheus, þann sem færir mönnunum tæknina og við getum alveg talað það er óvægt að tala svona í transhumanistískum vendingum bara trúarbrögði kringum þetta í dag. Þetta eru bara guðirnir í dag. Þess vegna finnst mér alveg sjálfsagt að þessi einhver að minna á Epimetheus sem er bróðir að nóa hinnum, sko, sem er bróðir Prometheusar og og horfið til fortíðar og reynir að skilja svolítið hvað það var í fortíðinni sem að hefur komið okkur hingað og er eitthvað vert að varðveita úr þessari fortíð. Af því það er nóg af hinnum. Það er allur allt fljótið rennur þar. Það er bara lítill lækur sem fer í þessa átt. Einhvers það las ég að ég man ekkert hvað, sko. Það var sagt að, sko, Grikkirnir hefðu einmitt snúið aftur, hort aftur og farið, sko, svona inn í framtíðina. Trúaði að allur skilningurinn liggur í fortíðinni. Það skiptir máli, eða þú snýrðir íkt í nýfrjálshyggjumaður, hann er bara að snúa sér alveg við, horfið bara til framtíðar og býður eftir því að framtíðin verði færð honum af einhverjum í Kísildarnu líklega. Og hann fyrir ekkert að nesta sér neitt, því að við erum að gangin í nýjan tíma. Já. Mögulega lifum við í tölvuforriti, í simulasjón. Það er orðið mikil trúarbrögð kringum það. Þannig að þetta er allt í lagi plasti í sjónum og svona. Þetta er bara tölvu simulasjón, þannig að við þurfum ekki að hafa neina ágjör á því. Við erum í rauninni ekki til. Og þetta er mjög áhugavert og síðan er okkur gefið eilíft líf í sýndarveruleika Kísilarsins. Það er mjög áhugavert líka
að loksins fáum við konkrétið eilífa líf sem einhvers konar subjekt með framhaldslíf og sem getum kannski mögulega materialiserað okkur persónu gerst eða hold gerst síðan meir. Þetta eru mjög áhugaverðu hugmyndir samt allar eins gamlar og mannkinn. Það er ekkert nýtt. Hugmyndir að við getum hugmynd kópirað þig og geimt þig á í kísiltölvu Bergsveit 2.0 og þú getur lifað þar sem gervigreind og kannski einhvern veginn í framtíðinni þá getum við látið hana holdgast. Ég held sko að það sé mikill misskilningur í þessu öllu saman á því hvað manneskja sé. Og þú veist, við getum tekið útgangspunkt í einhverjum svona tölvugúr og hvort sé Zuckerberg eða hver sem að tala sýndarveruleika og segja frá með svona barslegum ákafa hvað þetta frábært að rauninni. Þú þarft ekki að fara til Rómar og þú þarft ekki að fá einhvers konar vegleiðanda eða guide. Þú bara setur upp þessi gleru og þú bara liggur í sófanaðinum eða rúminuðinu, þarf ekki eins og fara fram á rúminu og svo bara komin að audiovisual guide, tekur í höndina og fer með allt og þetta kostar ekki neitt og veist, þetta er náttúrulega svona grundvallar misskilningur, þú veist, þú ert með eitthvað svona þú veist, þú ert með eitthvað líkama hérna sem þarf bæði að hreyfa sig, það þarf að vera í einhvers konar merkingabæri tengingu við aðra líkama, annars vissnar hann og þetta er svona bara grundvallar misskilningur á hvað það er að vera manneskja. Upplifa eitthvað í félagi með öðrum. Upplifa eitthvað í félagi, þú ert með hendur og með skynfæri, alveg gríðarlega góð skynfæri sko, til þess að takast á við eitthvað efnisveruleika sem er nauðsynlegur fyrir hugarstarfið þitt líka, að hafa eitthvað efnisveruleika. Þannig að þú veist, þetta er svona margþætt sko einhvers konar skekkju sín og það er svolítið svona, mér finnst það alveg mjög áhugavert sko að sjá hvernig við, þessi fólk hefur gefið þessum þá tölvunaverkfræðingum og líftæknifræðingum þú veist með BA-gráður í einhverju slíku eða mastersgráður í einhverju slíku, við hefum gefið bara umboð fyrir bara þið sjáu bara lýðræði okkar, alla lýðræðislega umræðu. Fór ekkert í hann einhver umræða fram á Facebook, hvort að öll umræða ætti að fara þangað eða ekki. Ég sá hann aldrei, en hún er komin þangað. Það er ekkert eftir nema það. Við gáum þetta umboð, þegjandi og hljóðulaust. Hversu langt ætlum við að ganga í að gefa þeim umboð? Því að þá erum við líka að gefa þeirra heimsmynd og þeirra sýn á mannin fullkomið umboð að verða okkar veruleiki. Það er svona verðt að velta því svolítið upp, finnst mér. Er það að því að við erum ekki bara vitund, heldur eru við hendur og eitthvað flera? Má ég sjá vísifingurinn á hægri hönd? Já, það er Er þetta merki intellektúalinn sem er að reyna að vera smiður? Ég held það sko, reyndar sko, ég er Gunnar Smári, ég er alveg sæmilega flinkur smiður. Ég verð bara ég veist ekki það, alveg mikið á af og ömmu. Það sem að gerist eins og ég setti upp 2 gáma og gröfumaðurinn kom semst og mókaði yfir gámuna því til þess að hafa bæði frostfría og fína, þetta verði eins og grashóll. Þannig að mókaði svolítið yfir og þannig að ég áttaði mikið á því sko að þakið í gámnum, það er engin styrkur í því, þannig að það seig alveg niður sko, það var ómikið jarðvegur uppi sko, þannig ég þurfti að tjakka það upp með svona skrúandi tjökkum sem ég átti og þegar þeir voru mér svona stífir þá þurfti ég að berja á með gömlu slegginu af að mis en ég komst ekki að því nema ég fór að berja með vinstri, ég er réttendur, fór að berja með vinstri og þá var ég með hægri hendina svona og þá fór þetta nú ekki betur eins og svo, þannig að nöglin hún lafi bara á þess að er í meðan plástur sko þannig að jú, það er svona kannski í hitta leiksins getur maður gert ýmsar villur en ég er dálítið svona stattur þar að stundum er vegurinn lokaður eða sem sagt erfitt að komast upp frá slóðunum sko, en ég þarf að passa mig mjög að slasa mig ekki sko. Þú ert einn alltaf? Já, ég er einn sko. Reynda að komi fólk á næsta bæinn, það er bara helgar og svona. Þú ert ekki líka út í túnni eitthvað staðar, rifbeinsbrotinn og
Og úr mjaðmalið? Helst ekki, sko. Það ekkert endilega mjög margir að tekka á manni, sko. Þannig að hérna það hefur svona eiginlega alltaf tekist en stundum svona eitthvað smá. En niður aldana, hérna, þú ert að gera plöðu afaðins og þú þekktir hann. Getur sagt mér hverja það var? Já, ég talaði hans ömmu hérna fyrst og það ekki. Já, við byrjum henni þá hérna endur á að sko, hann var svolítið öðruvísi, sko. Hann var ekki svona litterær, eða sem sagt, það kom sem sagt farandkennari þarna í sveitina og var að kenna börnunum, hann átti náttúrulega, það voru 12 eða 13 sískinin, sko. Það var næst yngstur og það var ekki hægt að kenna honum að lesa og skrifa. Þannig að það var kallað heimskur og hérna síðan sko áratugum síðar þá kemur upp sem sagt þetta hugtak dyslexí og sem við köllum lesblindu eða eitthvað slíkt og þegar hann stóð á 50 þá lærði hann einhverja tækni, þannig að hann lærði bæði að lesa og skrifa og nýræðu þá skrifaði hann reyndar mjög skemmtilega litla minningabók en það sem að ég sá þar var að í svona alveg réttu hlutfalli við það að hversu fátæklegt það var með skrif og leskunnáttu þá var hann þeimun betri sagnamaður og allt sem hann heyrði og það var dálítið mikið vegna þess að hann var stórum systkinahóp sem mundi langt aftur í aldir og allt sem hann hafði heyrt virtist manni það settist í hann var þanniglega séð eins og manneskjan held ég hafi verið frá síðan hún þróaði tungumál Það var Gutenberg eyðilagði áður en Gutenberg eyðilagði eða áður en að hérna menn fundu upp skriftina sem að Sókrates sagði að væri bara til að eyðileggja mannshugan reyndar sagði hann það af því að Platón skrifaði niður að hann hefði sagt það þannig að þetta flókið en allavega þarna var manneskja sem bara hafði lært í gegnum sögur, stuttar sögur gegnum kvæði, gegnum orðtök málið og þannig hefur það verið og ég held að við séum einmitt það þetta sem ég var að tala hérna áðan maður man einhverja góða sögu stuttasögu, anekdótu sem að mann sögð fyrir 30 árum hún situr þarna og þarna og maður getur sagt hana, endursagt hana við tækifæri maður man kannski ekki endilega skáldsögu sem maður lasi fyrra eða hitti fyrra skilur og því að hugur okkar heili er gerður til þess að muna í gegnum þessa stuttu sögur. Þannig að hann var stöðugt að segja frá. Þegar og ég fekk þarna hanga svolítið í stígvélunum hans nokkur sumur og þetta var alveg stórkostlegt að sko það var alveg jafn eðlilegt og að fá sér í nefið eða anda eða hvað sem verð, það var bara stöðugt sko að koma einhverja sögur og reynu í annað sögur sko sem að settust í mig þannig að hann held ég sé ótt að segja sko ég skrifaði litla skáldsögu einu sinni þar sem ég reyni svona aðeins að votta þessari kynslóð virðingu mína og heiti Svarfibréfi Helgu en ég held að lungan af þeim svona safaríku anekdótum sumum hverjum sem eru þar það frá afa komið sko því þetta settist í mig og þannig að svona og svona sagnamaður sko sem að ég ætla bara að klára þetta sko sagnamaður sem að ekki bara sagði góða sögur heldur sagði sögurnar vel og hann beitti til dæmis senkun sem er þekkt í hérna bókmyndafræðum að þegar hann var búinn að ná manni og hann skynjaði að hann var búinn að ná manni ef maður vildi vita hvað gerist næst þá var dregin upp vasaklúturinn og farið að hristu vasaklútnum og kannski fengið sér í nefið og þannig að maður sko hann hélt manni alveg í spenningi þannig að þessi list líka það er mjög áhugaverð sko að
Ég hef séð það, sko, ég hef hitt nokkra góða sagnamenn á ævinni og mér finnst það alltaf eins og að finna dálítinn guð. Mér finnst það svo fallegt og mér finnst það svo, það er eitthvað tenging við eitthvað gamalt og einhvern veginn þarna, þú veist, ég sé það líka með ung börn að þau eru bara alveg heilluð, það var bara ein mannsrödd að segja þeim bara einhverja litla sögu, samt sko, þú veist, einhver risastór skjár með alls konar glimmer og rosa flottum fantasíumyndum, en þú veist, þetta virkar ennþá. Og þetta er kannski það sem að hérna kemur sagan og hefðin og hvaðan við komum svo sterkt inn að þú sér það á þessu, að þetta einhvern veginn ég farið tala við til dæmis fólk í menntaskólum í Noregi efni sem var mér kært þá og sem söguleg efni og það var mjög áhugavert þau sögðu mér á skrifstofunni sem að sáum að skipulegja þetta hafði engar áhyggjur, þau munum bara horfa í símana sína og hafa engar áhyggjur sem voru að segja sko, en þetta er eitthvað eldgamalt drast skildu þau sko það er germundski heljaskinn og hérna svarta vikingin og þetta en þú veist, þú bara keyrir þitt og svo ferðu bara heim og hérna, no hard feelings sko. Og ferð ekki niður í pósti. Nákvæmlega. Allir skólar, nema einn og það var einhver íþróttaháskóli en allir skólar, þá bara mætti ég svona, þú veist, starandi andlitum sem bara drukku allt í sig. Það var bara svona sögulegur þorsti sem maður bara, hérna, maður sá og skynjaði og alveg magnað að upplifa þetta og þetta er einmitt eitt af þessum hlutum sem að hérna, og mér finnst til dæmis frábært þarna með landnámssetrið að það er bara gert út á þetta, það er bara ein manneski sem er bara endursegja úr huganum eitthvað sem er góð saga og það gengur og það er alvöru. Já, það er hérna fólk er svo aðvinn og læs og skrifandi heimskur og okkar mælikvarða. Það er fólki sem að fann upp handabandið og samkendina og samstöðuna og þau fundu upp eða allt sem að einhvers virði er þetta fólk. Áhugaverð tilgáta, áhugaverð heimspekileg og það er ekki þeir sem að voru að rita niður sem að fundu þetta. Nei. Þó að þeir hafi kannski reynt að forma þetta. En varðandi söguna, þú nefndir þessi svo börn geta hlusta á sömu söguna aftur og aftur og mér fannst það eitthvað fyrr í samtalinu, þú varst að tala sagnamennskuna heima hjá af og ömmu þegar fólk kom og voru að segja sögu. Að þá er það náttúrulega, sagan er hérna skráð saga getur verið til og í sömu leiti get ég reynt að þú hefur kannski gert það, reynt að segja sömu söguna aftur og aftur við börn. Ég held að ég hafi sagt við mín börn sko sömu sögunar nokkur þúsund sinnum en það er aldrei sama upplifunin. Nei, en ég upplifði sko þegar ég sagði sömu söguna og gerði smá variasjón með breytingu, þá var bara nei, þetta á ekki að vera svona. Það er mjög gaman við börnum að leira þetta þar. Leira þetta vilja alls ekki. Vilja bara sömu söguna, bara aftur og aftur sömu söguna. En samt er þetta ekki endurtekning. Nei. Það er kannski svona kirkjukór, það er ekki hægt að endurtekka hluti. Nei, það er ekki hægt. En mér fannst það þegar þú varst að segja þegar fólk kom á bæi, þá fannst mér að vera sko sagnamennska sem er hérna í augnablikinu. Já. Og það er munur á því að hérna er eitthvað svona, hún er geymd hér. Já. Og það er bara, það er bara ákveðin tilraun að gera það. Já. En sagnamennskan kviknar hún er list augnabliksins, alveg svo tónlist. Ég meina, þú getur skráð hana og spila hana af diskum og alls konar svona. Algjörlega. En það er ekkert sem að sigrar það að vera í staðnum þar sem hún er búin til. Það er bara eða leikhús. Það er langstæðsta upplifunin er eiginlega tengd einhver augnabliki. Þetta get ég gert það ef ég er að lesa bók og orðið fyrir svona upplifun. Ég meina, margir þekkja svolítið dæmi bækur sem að
maður bara vissi ekki að það mætti eða væri hægt eða eitthvað og það bara breyttu manni það sem maður las og maður upplifði það með að maður hefði lifst í rúminu og allt saman. En það er með þetta samt svona eins og þegar þú ert að tala sagnamennskuna þá þú ert líka að tala list augnabliksins með afa sem að bíður hristi klútinn. Já, hið svona leikræna í kringu það var það sko, en samt er ekki list augnabliksins á þann veg að mikið af þessum munnlegu sögnum, sem gömlu sögnum voru einmitt til slípaðar. Ég hef fundið dæmi þarna alveg aftur á 18. öld sko, sem var svo sögnum sem hann kunni. Það eru til slípaðar og það er greinilega... Það kvikni ekki fyrir í augnablikinu? Nei, það kvikni í augnablikinu að nákvæmlega þegar að það ber eitthvað á góma, þessi bær til dæmis og einhver vandamál með að skipta reka þar, þá kemur sagan af því hvernig kirkjan komst yfir þann bæ og það var farið á bæinn og presturinn var þar með sýslumannskrifara og hérna... og presturinn spyr hvort þau vilja nú ekki gefa eitthvað ánafn eitthvað smá til kirkjunar sko áður en hún skilur við til þess að fá nú góðar móttökur hinum megin og hérna og hún gefur einhvern henstakofa og svo deyr hún bara og útandar og hérna en presturleikur eirað upp að og segir svo hátt og skýrt sko og enn gefur hún og þetta einhvern veginn er ein svona sögn sem að lifir, þannig að fortíðin og minnið er búið að forma svolítið af þessu efni, en það er hins vegar alveg rétt að það er í einhverju augnabliks, það er í einhverjum hugrenningum og í augnablikinu sem að það er koma þessar perlur úr minninu. Þannig að þú ólst ekki upp á Ströndu, þú varst bara í sveit hjá af og ömmu. Já. Og hvað var það öll sumur? Ekkert öll sumur, nei, en svo er ég þarna mjög mikið, sko, ég reyndar, ég tók svo kallað svona pungapróf þegar ég var bara í 10. bekk eða eitthvað svo leið, sko, en 9. bekk, það var ekki 10. þá, og hérna byrjaði að róa síðan, bara, ég held ég að verið svona eitthvað 17-18 ára, sko, og leigði bát af frænda mínum og gerði út, sko. Og þá var ég líka þarna öll sumurinn og var mikið hjá þeim. Þannig að það var nóg allavega til að fá góða innsýn í þetta. Þetta er kannski seint 80, snemma 90. Það var mikið breyst síðan þá. Og líkt þetta sem svona öðrum heim þegar það alast upp? Já, það er... Má ég fara með í hinn heimina? Það myndi vera þessi heimur hér í Reykjavík að Kópavogi, það sem ég úrst aðalveg upp sko, það sem að kannski var minni áhersla á góða samtal eða segja sögur. Minni? Og ég held það, ég held að mér fannst einhvern veginn í skinni að sem fólk var meira upptekið af svona gleyma fortíð sinni heldur en að halda upp á hana einhvern veginn. Þannig að sko það er svona margir góðir spekingar, einn af þeim Sigfús Daðason en margir aðrir hafa sagt að ef þú ætlar að sjá einhverja menningu eða til dæmis menningu sem þú lifir í, það var bara einleið þar að koma það burt úr þeirri menningu. Þannig að það sem þeir eiga við er að þú hefur alist upp einhverjum gildum og viðmiðum og þá þarftu eiginlega að sjá önnur gild og viðmið til þess að sjá þau og ég myndi segja að þessi hinn heimur, þú þarft ekki endilega að finna hann í einhvers staðar í útlöndum eða framdi menningarheimum eins og margir segja heldur, þú þarft bara að finna fólk með önnur gild og viðmið og ég myndi segja að þess vegna hafi þetta verið svolítið svona haft mikil áhrifum og kannski fengið mig til þess að fara að skrifa að þarna fékk ég annan heim sem gaf mig sín á hvar ég hafði alstu. En þú segir að það fólk hafi viljað gleyma sem er þá svona kynslóðfórdraðina og það er náttúrulega svolítið ríkjandi á Íslandi að Íslendingar, ég held að Íslendingar eigi ekki neitt svona good old times hugmynd, svona að hérna hafi einhvern tímann verið nema í einhverju svona upphafningu á landnámsöld eða eitthvað, en það er ekki svona nýliðinni fortíð eins
Ég held að Danir hafi þetta, Ameríkanar og margir hafi þetta, Bretandi náttúrulega gríðarlega mikið. En við höfum það ekki og það hafi verið svona kynslóðin sem kannski eldri en við og kannski okkar kynslóð líka sem að vildi eiginlega eyða sögunni. Við þekkjum þetta að vera að brjóta niður allar þess helvítis hjalla og reisa eitthvað almennilegt og mest að fyrir miðbærinn maður, hann var nú allur farin ef ekki væri fyrir torfasamtökjum og hugsunum sáli sem bara örfáir sem að vörðu hann gegn ríkjandi tíðaranda. Við þyrftum eiginlega að strauja yfir þetta. Mesta hrós á Íslandi verið að segja sko ég held bara eins og í útlandum sem svona merkið sem að við fyrirverðum okkur fyrir sögu okkar. Það var ríkjandi kannski í kynslunni sem eitthvað undan okkur líklega. Sem kynsla forðaðana. Sem að var hugmyndur það að við erum að rífa okkur út úr þessu helvíti og komast inn í nútímann. Ekki ætlar að halda okkur inn í fortíðinni, Bergsveinn, viltu ekki koma með okkur inn í nútímann? Fyrir mér hefur þetta verið svona tilfinning sem blandin því að það eitthvað auðmýkjandi þarna. Það læging, það eitthvað niðurlæging í fortíðinni. Það eitthvað svona frumstætt þarna. Og við hrósum happi fyrir því að geta loksins einhvern veginn stíð út úr mjög brútal svona retorík sem að maður finnur fyrir hér stundum og kannski fann best fyrir þarna árin fyrir ég vil ekki segja hrun en svona 2007 fyrir því mikla góðari þá var sem sagt það mólbúa háttur og annað slíkt og þú vilt fara aftur í sauðskinsskóna og svo framvegis og ég held að ég er mjög áhuga að skoða hluti frá breiðu sjónarhorni og það sem undir öllu þessu hvílir að ég held auðvitað mjög hættuleg svona hugmynd sem að mér finnst að ræða bara, þú veist, bara nauðsynlegt að ræða. Og hún kölluð kannski mörgum nöfnum, en hún kölluð oft positivismi. Það að segja, inn í þetta hugtak positivisma bakað að við séum alltaf í eilífum framförum og það alltaf verða betra og það að koma ný lífsform og ný hugsunarform og þau eru þannig að garði gerð að þau innlima allt það gamla, það þarna og svo komaðu við komum með eitthvað ennþá betra og flottara og þetta þetta bara mjög hættuleg lygi og ef að við tökum til dæmis og ég svona var kannski mest meðvitaður af þetta þegar ég fór að lesa þessa frönsku hugsuði eins og Gaston Bachelard og Michel Foucault sem ég ekkert endilega mikið sammála annars en þeir sýna þetta nokkuð svona skýrt hvernig menningaleg þróun alls ekki frá einhverju primitífi til einhverja framfara. Þvert á móti Bachelard líkti þessu við að það finnast 4-5 merkingar af einhverju orði en svo það einhvern veginn ein sem lifir af í orðabókinni. Foucault sagði að þegar eitthvað hugsunarform epistem kallaði það einhvers konar þangaform víkur fyrir öðru þá mjög líklegt að þetta gamla það bara týnist, það missist tengslin við það og þú skiljir það ekki lengur. Þú getur ekki, þú veist, þetta er svona akademist problem. Altså, þegar þú ert að tala fortíðina, ekki satt, þá ert ofta að tala út frá einhverjum samtíma, varpa einhverjum hugtökum og orðum yfir, sem voru ekkert til. Þannig að sko, framför hvergi til vísindalega sönnuð
að það sé nein framför. Nú erum við að tala hér manns andan. Við erum ekki að tala læknavísindi, við erum ekki að tala tölvuvísindi. Það vissulega framför í hennum efnislega heim. Við erum að tala sjálfa skepnuna, the thing itself, manneskjuna. Og það mjög áhugavert að þegar ég til dæmis nefni í einhverjum setting, sama hvar ég hvort það sé í Noregi, Evrópu, hér, að það hafi ekki verið því miður gert betra kvæði en Völuspá á Norðurlöndum síðustu 1000 árin. Að finna reiðina sem maður fær og verður fyrir vegna þetta samræmist ekki þessari hugsun sem búið að sigra svo mikið núna að við getum endalega hvatt þessa frumstæðu fortíð vegna við erum orðin svo stórkostleg og frábær og getum gengið burt. Kórónu sköpunarverksins. Allt betri í framtíðinni. Já, ég myndi segja að frumstæðið hérna, það vex mjög þegar að fólk trúir þessari lygi og tekur hana sem gilda, þá erum við fyrst að fara að verða frumstæð, held ég. En má ekki vera að það sé Íslendingar að þeir fyrirlíti sögu sína af gefnu tilefni að mörg okkar eru komin af vinnuhjúum sem að voru dæmd til kúgunar hryllilegt, bara hryllilegt. Þú veist ekki nóg með að maður var eiginlega ófrjáls. Heldur bjómaður inni á þeir sem að rak fyrirtækið bjó í og það var settur upp í rúm til manns einhver hreppsómagi. Já. Maður hafði enga möguleika á því að móta sitt eigið líf með nokkrum hætti. Maður var algjörlega ofurseldur inn í samfélagi annara og má ekki vera að þetta sé bara genist áfall, þegar vorum að tala sjálfshjálparbækurnar. Við séum bara með genist áfall kynslóðan inn í okkur og það bara alveg sama hvað pínir okkur. Ég bara get ekki hort þarna inn, ég bara get ekki hort það. Ég ætla að horfa fram. Já. Börnin mín munu lifa inn í þessum heimi, við ætla aldrei að draga hann inn í heim langafa mín svo langum. Nei. Getur það verið? Já, ég held að sé svona í þessu dæmi eins og svo mörgum öðrum sem þú varpa fram inn að ég mjög gaman að ykkurna Smári, mér finnst þú mjög flinkur. Það verðum að reyna að draga þetta með svona grófum penslum. Grófum penslum, að við verðum að við verðum einhvern veginn að aðskilja kannski eitt frá öðru Þú tekur dæmi úr fortíðinni sem eru svona vafasöm sem allavega ávísun á mikla hamingju fyrir ákveðna manneskjur. Þú nefndir þitt fólk eða tókst en dæmi en það ekki einhvern veginn kannski þú getur alltaf tekið fortíðina svona og ávitað hana og sagt að amma átti ekki þvottavél einu sinni, aumingja hún, átti 13 börn og aumingja hún og þetta hræðilegt og þetta frumstætt og primitíft og hún var ómagi og hún átti aldrei peninga til að kaupa sér föt og niðurlæging bara þá spyr ég meina þekktur ömmuðina vissirðu hvað hún átti líka sem að þú átti ekki vissirðu hvað hann kunni að kvæðum vissirðu hvað hann kunni af sögum vissirðu hennar tilfinningar til bæjarins sem að kannski hún bjó á það líka að fara með þetta í hina áttina en oft stoppar samtalið þarna ég ekkert að segja að í hvað varðar hið kannski félagslega og pólitíska að það sé ekki framfarir, það ekki verið að tala það eru
mjög miklar framfarir og auðvitað ber að kreditera kapitalisman fyrir það að þarna hafa komist að einmitt einhverjir nýjir það grasrótin, eða er dugandi þá getur þú búið til eitthvað þannig að þú spjarir þig allt er þetta gott og blessað og hefur ekki verið áður kannski í sama mæli. Ég enn og aftur, ég meira að hugsa bara manns andan og þegar ég var að tala hér framfaratrú og annað slíkt, þá það þetta að við séum þrátt fyrir allt kannski ekki að verða betri manneskjur, þrátt fyrir allar þessar miklu framfari sem hafa átt sér stað á efnislega sviðinu og það mjög kannski svolítið leitt að hugsa til þess að margir sem hugsa hvert sem þú fer Schelling eða Kierkegaard eða Schiller eða að þeir fara einhvern veginn aftur til Grikkjana og segja að þarna voru þeir voru með einhverja mannlega fyllingu bara men in full eins og það kallað í dag sem við höfum bara ekki séð síðar í sögunni og þetta undur og þetta þarna voru þeir einhvern veginn komnir á hvern stað og við komumst ekki þangað, við erum búin að missa einhvern veginn af því og það kannski það sem þetta snýst það líka kannski fyrst og fremst þetta andlega og sálræna og vitalega getur þú alltaf handtekið mann eins og mig sem segir eitthvað slíkt og það þá alltaf ástæða þess að það ekki tala nóg og það ekki kannski sagt nógu nákvæmlega hvað sé átt við. Ef við tölum til dæmis hugræna hæfileika og minnishæfileika við förum aftur í norræna samfélagið, við sjáum þetta, fræðiminn hafa skrifað það að þú varst skyldugur til að muna 5 ættliði aftur í tíman. Það langt aftur í tíman en þú þurftir ekki bara að þekkja þessa langafa og langamögu og allt það, þú þurftir að þekkja alla afkomendunar og þurftir að hafa yfirsýn yfir þetta. Ég að tala til dæmis þessa hugrænu getu, þessa hæfileika til að muna og margt af þessu kannski dálítið í hættu þar sem við vorum að tala einmitt það að það var nefnt hér að skriftin geti verið líka fórheimskandi á margan hátt og það sjáum við til dæmis í gömlu dróttkvæðunum, það mjög skrítin kvæði, við skiljum þau ekki vegna þess að þau minnistæknileg, þau til gerð til þess að geta munaðu í munnlegri geymd og þetta kannski það sem að eitt dæmi núna finnst mér dálítið hættuáferðum þar sem að við hefum ekki lengur að muna, við hefum ekki lengur að hugsa, við erum bara að ná að hósta upp 2-3 orðum og þá fáum við allt einhvern veginn upp í fangið. Ég bara að fara á Íslendingabók og séð ættri mínur. Nákvæmlega. Ég hef nú reynd að dunda mér það svolítið. Já. Af því að ég var að tala þarna áðan við sem Íslendingar, svona menningarheild. Við erum kannski síst flestra vilju til að horfa aftur af því að það eitthvað sem við fyrirverðum okkur og ef ég fer kannski í kynslóð langafa og langömmu þá það fólk sem var kannski að flytja hér úr Kjósinni í bæinn og kannski eitthvað frá Vatnsleysuströndinni yfir í Álftanes eða eitthvað svona, það var svona aðeins hreyfingarna sér volítið hreyfing á mínu fólki. Það ein langamma mín, hún gekk ólétt hún var sýsluð eftir prestinn og kom og ól upp barnið ein og bar vatn og kol í hús og reyrsti sér bæ sem var kallað Sigríðarbær. Þetta hörkukona. Hörkukona og dóttirinnar langamma mín. Hún eignaðist líka barn svona utan alls sem var ekki auðvelt á þeim árum. En hún var alveg upp hjá
langömmu minni, Já. langömmu. Já. Það sem ég var að reyna að glöggva með á þessu og þegar maður er að horfa á þegar ég man eftir einu sinni þá sá maður rosalega hefur Reykjavík tekið illa á móti þessu fólki sem kom alls þar að mikið af strandamenninni náttúrulega hafa verið að skríða í bæinn alveg síðustu 100 árum. Já, hotstrandingar sem komu og byggðu mjög mikið á húsum í hlíðunum og þeir kunnu að byggja hús á hotstrandum. Já, manni fannst það svona kannski þar síðustu aldamót. Þetta vinnufólk sem var að koma í bæinn eða þú veist kannski bara 3., 4. sonur bóndans að þetta hefur verið það var ekki vel tekið á móti svona félagslega kannski eru við svona í grimm en það verður náttúrulega að taka á móti innflytjendur núna og gera það ekki vel. Nei, bara alls ekki. Já. Þannig ég var að vera að velta fyrir mig hvort það væri bara í fjölskyldusögunum okkar væri miklir svona erfiðleikar. Ég held að það sé mikið ástæð til að kynslóðuna undan mér, foreldrar mínir, ég meina móðir mín upplifði alvöru fátækt sko. Og var út í Eyju og Breiðafirði og það var ekki matur og klæði eða neitt skilur. Hún vildi ekkert vera eitthvað staðar út í sveit, hún vildi bara eitthvað heimiliða sem að voru nóga mat og fallegi dúkar á borðum. Og ég skil það alveg, fullkomlega, það er bara ekkert, það er engin rómantík í þessu. En þetta er alltaf spurning sko, með hvaða augum ertu að horfa aftur sko. Ég segi, ef að þessi positivismi heltekur hugðinn og þú ætlar bara að finna hið frumstæða, það sem að fólk bara var bara í niðurlægingu og bara var við ömurlegar aðstæður. Ef þú ert að leita þessu í fortíðinni sem sönnun þess að nú erum við endalega komin á góðan stað, þá finnur þú það. Það er ekkert vandamál. Ég get ekki, samtalið er á enda. Það er ekki þá, það er ekki verið að tala það hér. Og það er kannski það sem að, og þú eiginlega nefnir hérna, þegar þú fer nú langt aftur, þá finnur þú alltaf einhverja manneskju þarna sem þú getur verið stoltur af. Þessi langamæðin þarna. Ég er ekki að lýsa þessu sem að ég sé í vandræðum að horfa aftur. Ég hafi engu vandræðum. Og ég er alveg til að finna fólk í sögunni sem hefur ekki fengið að vera í henni og ég til að vera bara eðlilega bara sjálfstæðisbaráttu hugans að vera í slíku. Bara svona hvílíkar hundagshetjur bara út allt og allstaðar sem aldrei fengu sko nokkura þökk eða laun fyrir sitt starf. Og svona viðhorf, ég gleiði með einni söguöfinni Hallfríði langömmu minni sem að dóttir hennar dó sem var móðir mömmu þegar mamma var 2 ára. Já. Og mamma og systkinahópurinn leystur upp en mamma var heppin að vera yngst og fóru í Hafnarfjörð til móðursystur sinnar og amman fylgdi með sem hafi búið hjá ömmu sem að dó. Já. Og hún bjó svona eins og oft var í kompu inn af eldhúsinu. Gamalt fólk bjó þar oft, líklega því að það var svona meiri hiti þar. Ég býst við að það hafi verið þannig að afi endaði í þessu herbergi eftir að langamma var dáinn og einhvern tímann kom gestur í heimsókn. Og þetta var eftir raffabyltinguna. Þetta var í Hafnarfirði, raffaeldavélar. Og Hallfríður, langamma, er að hita kaffi og kveikir á eldavélinni og þá segir gesturinn finnst þér ekki merkilegt Hallfríður að þarna snýrðu bara einum takka og allt í einu kemur bara orka til þess að hita upp vatnið. Og þá sagði Hallfríður, skárra væri það nú eða enga væru framfarinnar. Skárra væri það nú, engar væru framfarirnar, nákvæmlega. Það var ekki þannig að framfarirnar var eitthvað undur í henni fannst það bara ekkert. Ég á einu formið sem sagði að allt var í lygi sem var sagt í síma og hún trúði ekki á það apparat. Það er margir sem trúa því. Það er alveg komið fram núna, sko. Það er alveg komið fram. Þannig að, já. Herðu, en foreldraðinir, getur þú sagt mér frá móðinni?
Já, ég var nú svo heppinn, ég var örugglega síðustu móikonunum þar, sko, að móðir mín var eiginlega heimavinnandi. Hún vann nú svolítið úti, svona við ýmis verkamannastörf, en hún var mikið til heimavinnandi þegar við vorum orðin 5 systkinin og þannig ég fekk sko heitan mat í hádeginu og heitan mat á kvöldin, sko, þetta var mikill lúxus. Yndisleg kona sem að ég kannski sé betur og betur svona eftir hann gengin. Hversu fórnaði sér algjörlega fyrir heimilið og okkur systkinin. Karl faðir minn var síðan meira svona dulur og fjarlægur vegna þess að hann var skipstjóri á bæði togara og síðan á trillu og var mikið þetta var lengi vel þannig þegar hann var ekki á togaranum, þá var hann á trillunni þannig að sko hann var mikill veiðimaður, mikill aflakló og hérna Þoldi ekki í landi? Nei, þoldi ekki í landi. Og þannig að sko ég fer nú kannski ekki að kynnast honum bara fyrir ég fer að geta farið á sjó sko með honum á gráslöpu veiðar við bróður minn og fóstra okkar kannski 9, 10, 12 ára þá svona fer maður að kynnast honum betur sko þannig að hann var af þeirri kynslóð sem að eins og ég mann þegar ég fór niður á Höfn og hérna hitti þessa gömlu sjómenn sko með dóttur mína á arminum sko og þeir skildu ekkert í mig, hvað er þetta að gera með börn? Þau áttu að vera bara heima hjá mömmunni sko, menn áttu ekkert að vera þannig að hann var nú á þeirri kynslu sko, en náði að kynnast honum vel og hann var mikið þarna á Ströndum og náttúrulega þarna á bænum, hann náttúrulega fæddur þarna á bænum það sem ég og kom mikið á sömur, var mikið að veiða og þannig að dætur mínar fengu að kynnast honum svolítið og það ég mjög ánægði með það sko. Og hann var skipstjóri á vera svo gamall að hafa verið á síðutóra með það? Það var held ég fyrsti tóri, já, hann var með mismunandi og hvort það var ekki síðutóri til að byrja með síðan stofnar hann eigin útgerð í kompani við aðra og var með sem sagt tógara sem hét Arinbjörn. Ert þú þá kvótaerfingi? Nei, það er ég ekki því ég verið á miður. Það hefði komið sér mjög vel þá ég geta skrifað ennþá meira en þeir og þeirra útgerð eða þeirra skip var, má segja, eins og að kallast hirt í hafi. Það var þá þannig að greinilega lobbyerað inn í bankan, þar sem þeir skulduðu svolítið. Það þurfti að taka mikið lán á þessum tíma, þeir breyttu togarunum í fyrstu togarar, taka mikið lán þá. Það var þeim að falli. Þannig að þeir sem að tóku yfir, þeir náðu einhvern veginn að samfæra bankanum að þeir skyldu bara taka yfir þessa útgerð því að hún myndi aldrei geta borgað tilbaka. Þannig að og það mikið eignum voru fluttar þannig á þessu tíma? Já, þetta er þannig 89-90, þetta er rauninni þegar að sumir vita að kvótakerfið er að koma, það var mjög mikill kvóti á þessu skipi og þarna er verið að taka þetta úr höndunum á mönnum. Þannig að þetta var mjög brútalt, þetta var mikið sár og er mikið sár og ég held að margar íslenska fjölskyldur hafi reynt eitthvað svipað og þarna er rauninni upphað af sögu sem að við svo sitjum uppi með í dag þess að þetta eru nokkra fjölskyldur sem eiga öll þessi auðafi. Hún er sjálfsagt undir sig með hjálp bankana. Já. Það sem að var bankinn tekur það afstöðu að það er betra að Þorsteinn Már skuldi mér þetta heldur en pabbi þinn. Í rauninni, já. Þannig náttúrulega byggðist upp Samherji og mörg af þessum stærri. Já, það er nákvæmlega þannig sko. Var þetta sár vildi hjá allæðinum? Ég held það sko, ég held að þetta hafi bugað en hann svo sem var dugandi alltaf og hann reifs upp og hérna vann mikið á trillunni og réri manna harðast hérna frá Reykjavík og með góðum manni með sér og þeir byggu til svolítinn kvóta og þannig að hann átti svona ákýlust ævikvöld og hérna svona lifnaði yfir hann með auðvitað er þetta fyrir svona mann sem lifir í þessum hugmyndaheimi þar sem maðurinn er fyrst og fyrir skaffari þá er þetta mjög lærdómsríkt eða sem sagt þá er þetta mjög mikið högg og það er mjög
svona mér verður áhugavert fyrir mig að sjá mjög margir rithöfundar hafa einmitt einhverja reynslu af svona að vera hátt uppi og einhverju falli. Ibsen ágætt dæmi, faðir hans var gjaldþrota og þannig að þú færði einhverja svona tilfinningu fyrir því að lífið ekkert svona tryggt eins og þú heldur og það verður þá strax tilvistarlegt. Þannig að ef að karl fer í þrótt og getur hann komið til sonar síns og sagt að ég færi þér ekki auðæfi en ég færi þér reynslu sem að getur gert þér að góðu skáldi. Nákvæmlega. Og ég segi bara takk fyrir það. Það er miklu verðmættara þegar allt kemur til alls. En pabbiðin var pabbi af svona gömlum tíma og sömuleyti gengst þú upp í því að vera svolítið forn. Hann var á gömlum tíma en hann var samt ekkert hann var ekkert rosalega stoltur af það var samt þetta sem við vorum að tala um áðan í þessari kynslóð Við vorum komin lengra að leggja þetta baki og en hann var mjög forn á margan hátt, já. Til það síðasti maðurinn örglu í Íslandi sem var að éta gónur. Ef þú veist hvað góna er. Þú búin að segja mér þannig. Já, sviðin selshaus. Þetta er mjög sjaldgæft. Gónir á móti þér. Gónir á móti þér, Hann er borða andlit. En frekar heldur en út að borða svið því að selshöfði er svolítið líkt okkur. Já. Mannsaugu. Þú hefst þetta góða matur? Ég hef ekki borðað gónur. Nú? Ég á hins vegar gónu í fristi, en sem sýnir gestum. Ég það er ekkert margir verið að biðja um það. En ég hef borðaði, það var náttúrulega mikið selsreifar og annað slíkt. Ég náði aldrei tengingu við það mikið, en mér finnst selkjöt með gott og svo salta ég sjálfur selsbygg núna og hef í salti í tunnu og teku upp og síð með til þess þegar ég kemst í síðan eða eitthvað svona fiskmeti. En maður kemst ekkert í þetta í dag í selskjöt? Það er maður getur ekki eins og í svartfuglingur Nei, það er náttúrulega það er reynda búið að friða selin en það koma náttúrulega selir í net svartfuglin. Þannig að í staðin fyrir að henda því góða efni þá má nýta það Ég fór ekkert með að skoða það svona á netinu því að maður með glugga sá að til dæmis í Kanada er alltaf þetta nálgast selkjöt. Já, það er skárra að vera Já. Mér finnst þetta að vera gríðarlega gott kjött og að sé smá lýsisbræði finnst mér bara mjög gott Þetta er bara eins og nautalund og ég skil ekki Íslendinga og marga sjómenn sem að fá þetta í netin þeir henda þessu og fara svo heim og borða kjúklinga sem að éti skítinu sjálfum sér. Það er mjög sérstakt að menn kunni ekki að meta þessa góðu villibráð og gjöf náttúrunnar. En mér langar að spyrja pappa þina því að þú sagðir ekki að hann verið svona bugaður. Þetta tók á hann, eins og bara eðlilegt var. Hvað varst þú gamall þegar hann verið Ég hef verið unglingur, þetta er bara svona, ég er svona 16, 17, 18 ára. Er það sárt að horfa upp á pappa en sem ég býst við að þú hafi verið lítið upp til? Að því að þú fórst og bara á sjó til þess að geta kynstónum og nú hort upp til hans að horfa á pappa sinn svona bugaðan sem hann helst af öllu vill ekki vera fyrir framan son sinn hann var ekki náttúrulega ekki bugaður þannig en maður sá að hann var svo þungur það var ekki alveg líkt honum og það er svona maður þarf svona að voru að taka mitt taki því að þetta, ef maður mætir miklu vandamálum og svona og verður eitthvað þungur þá er það samt sem að kannski ástand séð en sem ég vil ekki gangast upp í og ég vil ekki festast þar þú veist þannig að auðvitað var þetta bara vest fyrir hann og ég var svo sem byrjaður í einhverjum lausrífunar fasa frá mínum foreldrum þegar að þetta gerðist þannig að ég var ekki svona viðkvæmur eins og unga barn en ég ímynda mér að það samt sitji í manni og maður svona þarf að þekkja bæði kosti og lesti og það kannski kemur inn á þetta sem við vorum að tala um áðan að þú þetta þekkja söguðina og ekki bara björtusöguna, þú þetta líka að þekkja skuggarliðarnar á sögunni
til þess að þú endurtakir hana ekki. Og það hefur verið svolítið svona kúnst. Það er svolítið kúnst, sko. Okkur hætti til þess að endurtaka hana. Manni finnst við erum að horfa á það. Við erum að horfa á það núna á hverjum einasta degi, sko, að erum við að horfa á það svolítið, sko, að við erum að sjá þetta allt, það hringja alla bjöllur, það er allt. Jafnvel fyrir þann sem er ekkert endilega áhuga sögu, hann sér tengingar, sko, hvar við séum. Og þá komum við kannski að því, þú endurtekur söguna ef þú þekkir hann ekki, en svo er náttúrulega munur á því að þekkja og þekkja. Að þú getur haldið að þú þekkir söguna þangað til hún kemur í hnakkan á þér. Og þá áttur á því að ég hefði þekkt hana kannski aðeins svo yfirbúrslega. Eða ekki gætt mig á henni, þannig að hún var ekki mér inngróin að einhver mæti, þannig að ég er dæmdur til að endurtaka hana. Já, þetta er nú almennt og með allt sem og því miður ég náttúrulega var það að gæfa aðnjótandi að fá að skrifa doktorsritgerð. Sérstök fríðindi sem að urðu mér ekkert í framdráttar. Ég er svona, eins og maðurinn sagði, ég er svona svipað komið fyrir mér sem doktor í fornum dróttkvæðum eins og lestarstjóra hérna á Íslandi að fá atvinnu við það, sko. En það er ógurlega mikill lúxus að geta sögt sér ofan í eitthvað og séð svona hvernig kannski mjög margt af því sem hefur verið sagt það ekki stenst og ekki heldur vatni og maður fer í rannsókn á sjálfum sér og öllu þeim gildum og viðmiðum sem eru þarna að maður er neyddur til að fara að endurmeta það allt og slíkt. Það er náttúrulega ekki hægt að gera kröfu og ég er líka, þú veist, bara alveg eins og allir aðrir að því miður er þetta orðið svo mikið af upplýsingum að þú veist og þetta er svo mörg efni að við fljótum á því að hafa yfirborðsþekkingu, við verðum að hafa yfirborðsþekkingu. En það sem kannski er svo mikilvægt og það er þessi aftur að skáldinu, þú kallaði það intellektuella kannski, eða við getum kallað eitthvað, bara eitthvað sem að einmitt þekkir mjög vel. Til dæmis að sé einhver, þú veist, það er enginn að læra grísku, það er enginn að læra latínu, það er allir að læra einhverja listasögu sem er þá grísk, rómversk, en enginn getur lesið textana lengur, sko. Það er einmitt mjög mikilvægt held ég að það séu til einhverjir sem að þekkja vel og eitthvað efni og það sé alltaf meðal okkar einhverjir sem að þekkja djúpt og sjá. Það er ekkit endilega alltaf þeir sem hafa hæst því miður en ég hef svolítið ágjur af því að kannski þessi manngerð sé svolítið að hverfa, sko. En ég skal ekki segja. Það er mjög margt gott að gerast líka með aðgengi ungsfólks að alveg gríðarlega mikið af gömlum textum. Það er margt gott í gangi líka fyrir alla munni. Ég spyr alla sem koma hingað þegar þú varst að alast upp. Upplifir þig velkomin og elskaðan? Já, mér fannst nú það svona til að alltaf til að byrja með, svo koma þessi unglingsár og þau eru alltaf djöfisins vesen, held ég, fyrir alla meira eða minna. Og þá er auðvelt að við segja maður sé tvisvarsinnum á ævinni mjög viðkvæmur og það er þegar maður er nýfæddur og þegar maður er unglingur. Þetta er erfið ár og voru erfið fyrir mig líka, svo marga aðra. Þannig að þá kannski kom upp svona hugsanir en svo kemst maður yfir það og þá já, ég fann mikið fyrir því til dæmis sjá fólkinu á ströndum. Það var ég reyna að segja aðeins frá því þarna, þessi tilfinning sem að maður fær. Að vera velkomin. Að vera virkilega velkomin. Og það er nóg pláss fyrir þig og þú mátt segja það sem er þín skoðun, alveg óhikað. Það er enginn hér að fara að hallmæla því eða reka þig út. Rausnarlegt.
maður velti stundum fyrir sér í smærri samfélögum þá sumuleyti meira frelsi að því að það þýr ekki að vera með einhver látalæti að því að fólk þekkir þig þannig þú verður bara að vera sá svo verð en svo veit maður líka að í smærri samfélögum getur rammin verið þrengri það eiginlega ekki pláss fyrir það er alveg hreinu það er mikil aðgæsla það er verið að horfa á hverju hreyfing ég menna, ég á þetta langafa á langömmu sem að voru hjú og fóru allt frá einum bæ til annars og oft bara 1-2 ára hverju stað og áttu einhvern veginn hvergi höfðu að halla það ekki fyrir en synirnir þá þeirra afi minn kaupa eitt bæ á Skarðströnd Faradal sem að þau fá eitthvað svona fastan samastað og síðan, og þetta er sögn sem ég heyrði bara ekkert mjög lengi síðan af góðum frænda mínum, góðum sagnamanni að hann sagði að það hefði sérstætt gerst þarna í þessu litla samfélagi þannig dölunum að þá hafði átt hest og þau slátra hestinum og setta í salt og á sama tíma vantaði hryssu í eitthvað stóð hjá einhverjum og þá bárust böndin að þeim og þessu saltaða hrossakjöti og þau voru talin hafa stólið hestinum. Síðan fannst þessi hryssa, glataða hryssa í mógröf hún hafði dottið og hún ekki komist upp úr aftur tölvið síðar en þjófsorðið komst aldrei, þau náðu aldrei að kvitta sig við með það og það segir okkur einmitt að þessi smæð getur líka verið mjög krefjandi Hluti af þessari svona hugmyndum að yfirgefa fortíðina svolítið tengd svona fólksflutningatímum sem að við erum kannski frekar foreldrar okkar hluti af sem að eru svona góðsögnar einmitt það að brjótast úr svona helsi þorpsins til þess að geta breytt út vængina í borginni og orðið fullburða einstaklingur. Þetta svona góðsaga 20. aldarinnar. Það má segja að það sé góðsagan að það búið segja hana mjög oft og eitthvað til í henni. Eitthvað til í henni, en við erum kannski fannir að efast meira hana. Kannski aðeins, já. Kannski verðleiki sem við búum í tekur kannski ágalla þorpsins í gegnum samfélagsmiðlana. Það má vera. Þessa vöktun á okkur og svo kuldan úr stórborginni en við höfum ekki frelsið úr stórborginni og hlýjuna úr smáa samfélaginu. Ekki ef ég sé það ennþá, það félag manna, því miður. Okkur er ekki tekið það búa til, Nei, það er ekki tekist ennþá. Það er svo við tökum það verst á báðu stöðum, Já, en eigum ekki að vona bara að það verði hægt einhvern tíma. Herðu, ég spyr líka fólk hvernig mann fyrst eftir sér? Já. Jú, ég með það alveg á hreinu. Það er ég er að ganga með móður minni á Álfhólsvegi í sól og norðan helvítis fjúki svona hvítum sólvindi hvasst og hún var eins og konur þá ég er 23 ára og með svona slæðu höfuðið og við erum farið í búðina eða eitthvað svoleiðis og svo kemur kviða og þessi slæða, hún fíkur einhvern veginn af henni, hún rekur upp óp og ég sé hana bara svona fljúa upp í loftið og ég fann svo sterka tilfinningu að ég vildi bjarga þessari slæðu fyrir mömmu mína og ná í hana og sá fyrir mér einhvern veginn hvernig ég geti svifið þarna upp en hún fór bara hærra og ég var umkomulaus, ég gæti ekki. Þannig að það er svona það er svona já, þarna komin smá sektarkennd, ég var að geta ekki meir og svona mjög áhugavert svo ungur. Þetta er alveg skær minning. Já. En ekki þarna komin öll þín ævisaga í þessu? Ég má segja það, ekki en hef mér tekist að fanga hana klút. Hefur ekki tekist þenn? Nei, ég reynd. En ég held áfram að reyna. Þessi drengur sem þú mannst eftir þér þarna, ert þetta þú? Það er... Varstu orðin meira og minna til þarna eða?
Það held ég að sé á margan hátt hægt að segja það, já. Ég er svolítið svona gamaldags með það. Ég held að sé ákveðni litir í sálinni sem að manni gefi, sem þú kemst ekki undan. Þú getur lokað á þá, sko, en þeir eru þarna, kostum líka betur að vera. Þetta er auðvitað mjög gömul klassísk sýn á manneskjuna. Þar að segja við erum ekki bara umhverfi. Og þá er það líka... ég ætla ekki að fara í þrætur það hvað er umhverfi og hvað er arfur. En áttu þá við kannski bara eins og sem við getum kallað næstu í svona tilfinningalíf, að svona harpan okkar, hvernig tónanir í henni eru, að við fáum þá hörpu. Já. Og síðan það sem við upplifum, að er spilað þá hörpu, það er ekki þannig að hið dimma fljót inn í mér hafi orðið til vegna reynslu minnar eða sársauka af ástinni, heldur upplifi í ástina svona vegna þess að í mér er dimmt fljót. Poetana skitúr, kallaði Horace það, og ég er sammála honum að skáldið er fætt, segir hann. Þú getur ekki búið til skáld. En það voru allir fættir með sína hörpu. Það eru fættir með sína hörpu. Sumir stillana og byrja að æfa sig á hana. Aðrir láta það eiga sig og horfa meira á annað. Af því mér finnst svolítið áherslan á svona okkar síðari tímum vera svolítið á reynsluna og áföllin og ég sakna svolítið þessara hugsunar að einhver leiti þá er tilfinningalífið til áður en að það sé hreyft við því. Já, það held ég að sé. Það er til dæmis mjög þekkt að fólk hefur tilfinningu af að vera beitt órétti og getur munað það langt aftur með vissum aðferðum, með kraniosakral eða svona nutti sem að fer í bandauðun þar sem allar minningar líkanlega, þú getur munað eitthvað óréttlæti sem var gert á þín hlut áður en þú varst málga. Það sé ómálga, þá getur þú munað órétt sem að gerður á móti. Þannig að það er eitthvað á bakvið tungumálið. Og það er það sem ég segi líka, þú veist, við verðum að hugsa nú ætla ég þarf að fara norður á strandir svo ég komist nefnilega ef ég má skjóta þið að hérna. En af því að þetta er nú orðið ágætt hjá okkur, ég held að þeir sem byrjuðu að hlusta, þeir eru alveg dottnir af örgla og farnir að fá sér að borða og svona. Það má það, svo kemur fólk aftur og... Þetta er þannig, þetta er bara eins og fljót sem að rennur og fljót sem kemur. Þú bara... Já, ég er svo gamaldags með þetta, sko. Þú veist, ef ég ætla að gefa með einhverju, þá var að vera einhver göfgun. Það var að vera einhver ástæð til að ég fara að hlusta á það. Maðurinn verður að vera að segja eitthvað og svona. Þetta er eins og gestur sem að kemur á bæ. Já, á borðinu. Þú segir ekki við hann þegar áður hleypurinn minn, hvað ætla þú að koma og ræða hér? Ég gerði það ekki, sko. Heimsókn þinni? Við höfum ekkert heldur, við rættum ekkert það. Ég menna við erum bara að spjalla. En og nú er ég búin að missa af því sem ég ætlaði að segja þér, sko, sem var svolítið svona mikilvægt. Þú varst að tala síðast það, bensku og minningar og bensku. Þú varst að tala og ég var að tala hvort að við hefðum eitthvað svona einhverja hörpu, en þá fórst þú að tala að ræturnar gætu verið á ómálga tímanum. Þetta tengist því sem við byrjuðum að tala okay. Hvar byrjar tungumálið? Hvað erum við eiginlega? Erum við bara þessi litli rökheili sem tekur á móti upplýsingum, vinnur úr þessum upplýsingum og síðan myndast hann er tabula rasa, er ekki í honum og síðan myndast hann og lærir mál og þá fer hann að þroskast og svona. Eða er einhver önnur verund þarna, til dæmis tilfinningar og þú tekur eftir í þegar þú ert í samræðu, þú ættir að taka vel eftir því, þú ert alltaf í samtölum við fólk, þú ert mjög flinkur í því. Að einhver staður á okkur millisekundu áður þú ferð að setja orð á það, þá er einhver tilfinning komin sem þú reynir að fanga og yrða. Tilfinningin er komin með öðrum orðum á undan málinu þegar þú ferð að læsa hana í.
og þar með ertu komin með meiningu og þar með ertu komin með eitthvað til að leggja fram. Þannig að þetta mjög mikilvægt að minnast þessa á þessum dögum þegar við erum farin að horfa upp á stór tölvulíkon og mállíkon sem geta búið til mannlegt mál, að þarna eitthvað sérstakt við okkur. Það byrjar nefnilega í tilfinningu. Meðan allt hitt, þessi mállíkanateksti byrjar í starffræði, í radíó, í rökvísi og ekki. Og það myndi ég segja væri skilaboðin mín, sko. Það eitthvað sérstakt við okkur. Það eitthvað fegurð í manninum, þessari heilsteftu veru sem hefur þróast í milljónir ára. Og það kannski það sem að við ættum að horfa á, ekki hvernig tölvan getur líkst okkur, heldur hvernig við líkjumst ekki tölvunni og hvað sérstakt við að vera maður. Það svona humanisma sem svona meira fúl. Já. Og það vantar ekki á því hausinn, út með stóran haus, mikla hugsun. Þú ert að þjálfa hendurnar. Já. Með því að gera upp hlöðuna og hvernig gengur með að rækta hjartað þitt? Sko, ég tók bara þessa stefnu þarna. Ég var náttúrulega þreyttur og útbrendur og ég tók þessa stefnu og þetta bjargaði mér að líta aftur til gömlu munkana til í rauninu þessar fyrstu menntunarsetra sem mynduðust í Evrópu, svona meðildum það sem hvernig dagurinn þeirra var. Jú, það var einhvers konar teóría, það sem þú last og hugleittir og skrifaðir jafnvel fyrir hádegi, teórí og síðan fórstu í praxis eftir hádegi. Þetta ekki tilviljun að þetta sé sett upp svona. Að þú varst ekki með eina menn í praxis og aðra menn í teórí vegna þess að þetta var best fyrir mannin sjálf og þannig fékkstu það besta út af honum vegna þess að þegar þú ert að vinna með höndunum þá ert ekkert farin frá hinu. Þú ert hins vegar að melta það og kannski það nauðsynlegt til þess að maður geti farið að meiri dýft daginn eftir og haldið áfram. Því þú farið þessa þannig ég þannig fyrir hádegi, lesa og skrifa eftir hádegi praxis. Það sem þar fullum hug nema að það einhverja kvarnir sem eru að melta morguninn á bakvið og eru að hugsa það með bakhöfðinu og meðan þú ert með framhöfðinu að smíða. Ég held að þessi undirvitund sem þú ert að vísa í sem kvarnir sem að ég nú svona kannski ekkit rosalega hrifin af þeirri metafóru en þessi undirvitund, hún mikið undur og duluð. Þetta henda svo dóti í hana. Hún hefur skrifað alla mína bækur. Hún er miklu máttur en ég nokkru sinni. Sko. Mín litla vakandi vitund. Og þetta fóður að hana. Já. En ég spurði þig hjartað. Já. Af því að þú hugsar. Já. Og þú smíðar. Já. Þarf maður ekki að rækta hjartað til þess að vera í góðu samfélagi? Já, þá ég með skilaboðu í þína dikotómíu eða tvend sem þú hefur lagt fram hérna að ég hugsa með hjartanu. Þannig að ég hef miklu meiri trú á fornmönnum. Hvað það varðar. Þeir hittu alveg naglan á höfuðið. Þannig þú bara berð þennan haus? Þú bara berð hann. Og þetta í rauninni alveg í samræmi við það sem kognitífir málvísindamenn og tauga lífeðlisfræðingar og svo framvegis. Það það að við verðum hugsa með þar að segja öllum líkamannum. Miklu frekar en að allt gerist bara í þessum heila. Og hugsa við á milli okkar í samtali. Þú trúið því? Ég trúið því. Það verður til eitthvað á millum okkar sem að hvorugur gat fært einn. Það hið fagra við því góða samtal. Það nákvæmlega það. Ég búin að læra margt. Ég búin að læra langöfur þínar, langömmu, langafaðinn og langömmu og þar fram eftir. Ég búin að læra mjög margt. Þess að kallum við þetta samtal frekar að viðtala því að viðtal getur stundum verið eins og yfirisla. Ég að draga út úr þér eitthvað. Þannig að ég verði að koma eitthvað á móti til þess að þessi heiðalegt samtal. Já.
held að þetta sé rétt hugsað hjá þér, hafa þetta samtal. Já, og þú talar í upphafi að það vantaði að tala á milli. Já. Að sömuleyti finnst mér að vera, það ekki til þess að sætta þau sjónarmið sem hafa orðið til. Nei. Heldur það miklu frekar að draga athyglina aðeins tilbaka og að mæta heiminum svolítið í spurn. Já. Og þess vegna segir maður hérna oft að við erum hingað komin til að reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf í samtali. Þetta er í rauninni svolítið humanista projekt sem við erum að gera hér við þið rauða borð. Það er það. Það er samtalið, þið góða samtal. Það má aldrei bresta, það má aldrei vanta ef á að vera gott mannlíf, sko. Og þess vegna fara þessi samtal oft bara eitthvað, það sem við vilja fara. Ég átti að óska þér líka til hamingju með daginn. Þetta er sérstakur dagur. Já, ég hef búin að segja þér það. Þú ert búin að segja mér það. Þetta er 1000. þátturinn. Þetta er 1000. þátturinn. Á rauðaborðinu. Já. Til hamingju með þetta og bara öll dýr sé yður. Já, það var ekki ætlunin. Ég er bara bljúgur og þakklátur fyrir að fá að vera 1000. gesturinn. Það er alveg stórkostlegt. Já, það var velun, einhver velun. Svo getur verið 100.000 viðskiptavennir bónus, hann fekk velun, það er matarkörfur. Við höfum eiginlega ekkert að bjóða hérna nema bara samtalið eitt. Nei, ég fekk kaffi, það er bara mjög fínt. Þú fyrst hérna langt samtal. Ég fekk yndislega samtal. Já, sem að þú getur sett í bakhöfðið. Algjörlega. Og notað þarna með þetta að hafa athygli á veginum þú ert að fara að keyra á strandir. Nákvæmlega. Góða ferð. Takk fyrir það. Takk kærlega. Takk fyrir mig. Og ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda hérna út. Og ykkur þakka ég líka fyrir að hafa hlustað og breytt þessu samtal okkar í eitthvað annað í Fjölmennu. Minni á að hérna framöndan er úrval vikunar og svo á morgun þá verður þjóðmálaþátturinn Synir Egils í hádeginu kl. 12:40. Þá ræðum við um fréttir og ástandmála bæði hér heima og erlendis. En annars óska ykkur bara góðra helgar. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.